félags- og mannvísindadeildar hlutverk háskólakennara í samfélaginu. Ég heiti Helgi Gunnlaugsson og deildarforseti félags- og mannvísindadeildar og við stöndum sem sagt að þessu málþingi. Við höfum staðið fyrir svona málþingi árlega frá því að við urðum deild árið 2008 þar sem við tökum fyrir svona eitthvað málefni sem snertir okkur öll, eitthvað sem við eigum þess að sameiginlegt. Og það einmitt tema á þessari ráðstefnu. Það raunverulega starf háskólakennarans, í hverju það felst. Það kröfur sem eru gerðar til okkar af samfélaginu, af þekkingargyðjunni, af háskólunum, hvernig við getum sameinað allar þessar kröfur, hversu auðvelt það fyrir okkur, eða hversu erfitt það að samræma svona mörguleyti mjög ósamrýmanlegar kröfur. Við eigum að þjónusta atvinnulífið kannski á sama tíma og við eigum að veita í aðhald eða vera með gagnrýni eða eitthvað slíkt. Það var spurningin hvað við staðsetjum okkur. Og svo þetta líka þessi yfirskrift þessa málþings sem auðvitað tekin beint úr umræðu við forsætisráðherra, en það að háskólakennarar séu í pólitískri krossferð. Þetta auðvitað stór yfirlýsing og þarna auðvitað verið, en við tökum þetta bara alvarlega eins og það sagt og við auðvitað tökum forsætisráðherra alvarlega, að þá í raun og veru að vera að grafa undan trúverðugleika háskólastarfsemi í landinu. Það bara að taka þetta beinlínis þannig. Og það í raun og veru það sem við erum að upplifa bara á hverjum degi. Í dag það alþjóðmálaskýrsla þar sem fræðimenn á Háskóla Íslands hafa verið að vinna að úttekt varðandi Evrópusambandið og þetta bara mörguleyti bara diskreditera. Þetta bara pólitíski krossfarar. Þar á undan var það Hagfræðistofnun og þannig virðist þetta vera undir alda og undirliggjandi þessi rómur það að háskólakennarar séu raun og veru ekkert annað en bara hver annar í einhvers konar málkeppni í samfélaginu. Þannig að þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli fyrir okkur, þar að segja hver staða okkar gagnvart þessu hlutverki að vera háskólakennari í samfélaginu og hvernig við getum rækt skyldur okkar og komið því á framfæri við samfélaginu hvert markmið okkar og það að segja hvað við erum að gera í okkar starfi og hvernig við vinnum trúverðugleika og hvert okkar mission Og við erum sem sagt með 3 framsöguerindi. Það eru 3 valkunnir fræðimenn sem munu opna málþingi hjá okkur með innleggi. Það eru Stefán Ólafsson, Ágústa Pálsdóttir og Vilhjálmur Árnason sem munu koma hérna með innlegg og við munum láta þetta bara keyra nokkurn veginn bara beint áfram án þess að hleypa af stað umræðum hvert og eitt innlegg. En auðvitað það eitthvað sem við viljum vita eða fá aðeins nánar útskýringu á í hverju innleggi fyrir sig, þá það í sjálfu sér heimilt að spyrja útskýringar, en við skulum geyma umræðina þar til síðar í dag. En við tökum okkur það bara mjög líklega, bara stutt kaffihlé eftir þessi 3 innlegg, rétt bara stöndum upp, fáum okkur kaffibolla og kannski eitthvað létt að borða, að bíti í, og síðan komum við bara strax aftur hérna inn og þá hefst pallborðið. Þá það nokkrir oddvitar brautana í félags- og mannvísindadeild sem koma með bara örstutt innlegg á það hvernig þetta kemur þeim fyrir sjónir. Hlutverk háskólakennarans í samfélaginu. Og síðan verðum við bara beinu framhaldi opna fyrir umræði sem ég vona að verði bara líflegar en það þetta málefni sem brennur á okkur öllum og ekki síst í dag. En við skulum bara byrja þetta bara og þetta eitthvað tekið upp, þannig að ég ákveð að nefna það að Gretti hérna tæknimaðurinn okkar, hann að streama þessu, þannig að þetta verður aðgengilegt í mynd og hljóði, þá væntanlega á heimasíðu deildar og svo fer þetta YouTube og í netteima og allt það sko. En hérna að við skulum bara hefja leikinn og bara fá upp hérna fyrst Stefán Ólafsson sem prófessor í félagsfræði og ætlar að fjalla þetta efni. Gjörðu svo vel fyrir. Já, komiði sæl og blessuð. Þetta svolítið skemmtilegt umræðuefni sem ég hefur stillt upp með og þegar ég var beðinn að koma með innlegg hér þá fór ég að hugsa til námsárana og reynslunar. Ég lærði í Bretlandi og var þar í 7-8 ár og hrærðist náttúrulega í háskólaumhverfinu þar
og fylgdist að auki með þjóðmálaumræðunni sem ég var náttúrulega að læra annars vegar og hins vegar hafði mikinn áhuga á. Þannig að, en þegar ég ber þetta saman við Ísland, þá finnst mér blasa dálítið augljóslega við að við hér á Íslandi erum með tiltölulega veika rökræðu hefð og við erum með óþroskað umhverfi fyrir þjóðmálaumræðu. Og yfirskrift þessa málþings eða seminars vísar og sýnir það nú svona svolítið sko að stjórnmálamenn, ágætir stjórnmálamenn skuli sjá ástæðu til að kalla það að ágætum prófessor í hagfræði skuli hafa verið að fjalla niðurgreiðslur í landbúnaði að því sé líkt við einhverja krossferð, pólitíska krossferð. Mér finnst það akkurat svona dæmi að það er skotið svo langt yfir marki og við raun og veru út fyrir skotsvæði, satt best að segja. En í hverju myndi ég segja þá að þessi óþroskaða rökræðu hefð og óþroskaða umhverfi þjóðmálaumræðu birtist og ég ætla að nefna hérna nokkrar, svona 5 birtingarmyndir og segja síðan dæmisögu af minn eigin reynslu í lokin sem að undirstrikar það held ég svo litið að þessar birtingarmyndir eiga við rök að styðjast. Ég myndi segja að fyrsta birtingarmyndin væri svo að það skorti svolítið á víðsýni og umburðarlyndi hjá okkur hér á Íslandi. Og þetta felst náttúrulega í því að það er ekki nægur skilningur á mikilvægi ólíkra sjónarmiða, ólíkra upplýsinga, ekki nógu mikil skilningur á gildi umræðunnar sjálfrar og allt of mikil tilhneiging til þess að skipa sér í einhverjar fylkingar, málefnafylkingar eða af öðrum toga og loka á allt annað og vilja þess ekki heyra önnur sjónarmið, önnur viðhorf eða fleira slíkt. Og þetta er nú frekar bara frumstætt viðhorf sem að gengur náttúrulega augljóslega gegn öllu því sem við höfum lært af upplýsingastefnunni alveg frá 18. öld og til nútímans. Í öðru lagi þá finnst mér allt og algengt á Íslandi að það er léttúðug umgengni við staðreyndir. Menn eru allt og djarfir í því að gefa lítið fyrir staðreyndir, gera lítið úr staðreyndum, gera sér það að leik í baráttunni og umræðunni að afbaka beinlínis til þess að villa og afvegaleiða og líka að ábyrgir aðilar skuli leyfa sér að beinlínis að freista þess að falsa á blekki sem að eru fullt af dæmum. Þannig að auðvitað þekkjum við léttúðuga umgengni við staðreyndir eins og við bara í heimsumhverfinu þegar tóbaksframleiðendur beita peningum sínum til þess að falsa upplýsingar og skaðsemi tóbaks og borga mönnum fyrir það og jafnvel rannsóknarfólki. Við þekkjum stór dæmi og alvarleg dæmi þetta úr loftslagsumræðunni og víðar. En þetta svo sem sko það óskar sér að allt sé svo hreint og tært að staðreyndirnar fá alltaf að tala og blómstra en þær eiga svo sem heldur ekkert að vera yfir efa og yfir gagnrýni hafðar en þegar menn eru með tiltölulega traustar staðreyndir, ábyggilegar staðreyndir þá eiga menn að bera meiri virðingu fyrir þeim en svo eins og oft er hér á Íslandi. Þriðja lagi þá er mikil tilhneiging hér til þess að draga alla í flokksdylka, stjórnmálaflokkar dylkana. Og sjálfur hef ég oft verið dregin í dylka og ekki alltaf á sömu reyndar en mikið gert að því og yfirlega er mér svar á einhverjum slíkum gefnum forsendum að ég tilheyri einhverjum flokki. Ég hef aldrei verið í stjórnmálaflokki, ég hef aldrei helgað með stjórnmálaflokki. Ég finnst það ekki mjög spennandi hlutskipti að helga sálarlíf og hugmyndaheim sem einhverjum stjórnmálaflokki, frekar einhverjum þröngum trúarhópi eða öðrum. Ég bara aldrei hvarflað að mér
En þetta mjög ríkt hérna og eins og bara virðist vera alveg sjálfsagt að gera og svo að tengja við að menn séu svo auðveldlega keyptir með einhverjum verkefnum sem að iðulega nú þannig að verkefni fyrir stjórnvöld eru nú iðulega mín reynsla af þeim. Ég hef unnið mikið verkefni fyrir stjórnvöld og fyrir marga flokka og allt það að það yfirleitt mikil vinna og illa launuð vinna. Og ég geri það aldrei peningana vegna. Ég geri það málefnanna vegna, ég hef áhuga á því sem að ræða. En ef ég ætla að vera að sækja peninga þá færi ég þetta yfir á einkamarkaðinn og reyna að snappa verkefni það. Og ekki svo erfitt. En þetta ríkur þáttur að draga alla í flokksstyrka. Það auðveldar oft umræðuna, auðveldar gagnrýni og auðveldar að streika fólk og málstað sem þau standa fyrir strekan út og afgreiðan sem ómarktækan. Í fjórða lagi tilhneiging til þöggunar og það náttúrulega þöggun sem beinist þá að því að þagga niður í óþægilegum röddum eða þagga niður í óþægilegum upplýsingum, umfjöllunum óþægilegar upplýsingar sem rekast á það sem viðtekið eða það sem tengist einhverjum áhrifaöflum í stjórnmálum eða í atvinnulífi, hagsmunum og þetta auðvitað yfirleitt þetta óþarfa viðkvæmni og bara varnarlegt í mörgum tilvikum. En þetta hins vegar oft á tíðum afar pínlegt því að hér á Íslandi ganga menn líka tiltölulega langt í þessu. Það beitt hótunum, það beitt þvingunum og það kemur nú ekki allt upp á yfirborðið. Ég kann margar dæmisögur þetta, bæði að sjálfum mér og öðrum. Og það þrýst á yfirmenn, það kemur hér fólk utan á bæ og gengur á fund háskólarektors og biður að það sé skrúa niður einhverjum starfsmönnum hér í háskólanum og það gengið á fundi sviðsstjóra, sviðsforseta og deildarforseta og það verið að gauka að mönnum hér og biðja, og þetta náttúrulega svona þöggun af svona frekar frumstæðri gerð sem ætti nú ekki að tilheyra norrænu þjóðfélagi og yfirleitt heldur ekki vestrænu lýðræðis þjóðfélagi. Og það beitt fjölmiðlum á svona yfirgengilegan hátt oft á tíðum og fimmtalega þessi tilheyring að fara í manninn en ekki boltan. Að ráðast á einstaklinginn sem að tala fyrir einhverju sjónarmiði eða kynna einhverjar upplýsingar, staðreyndir sem að rekast á annarkvort stjórnmálaöflin eða á hagsmunina og það reynda ófræja viðkomandi. Það færi ófræjingar herferð og reyna að grafa undan mannorðinu frekar en að fara í rökin, fara í málefnið og fara í gögnin sem verið að tala það. Allt má ræða það og vissulega en þetta náttúrulega svona með því ómerkilegra að gera slíkt og ég ætla að segja svona þrjár dæmisögur sem að hafa allar í sér þessa 5 punkta sem að ég nefndi og svo fyrsta kannski svo sem að það var mér fyrsta reynsla af svona þöggunar tilburðum og hún var svo að þegar ég var í námi þá var ég í Edinborg það verið miðjan 8. áratuginn þá vann ég á sumrin fyrst í framkvæmdastofnun ríkisins og síðan í byggðastofnun og á einu stigi gerði ég þarna litla skýrslu þá var ég í framkvæmdastofnun og framkvæmdastofnun var að fást við áætlanagerði fyrir íslenskt atvinnulíf, svona þróun atvinnulífsins, þróun atvinnugreina, þróun byggðarlaga og allt þetta, ýtandi framfarir og safna upplýsingum og gera einhverjar sameiginlega yfirborðnar áætlanir og gengur nú ekki langt í sjálfu sér en áttu að vera grundvöllur á ráðstöfun og opinberra fjármuna til þróunar atvinnulífsins. Og ég var svona bara ungur námsmaður fullur á áhuga og dugnaði og alveg minnir var örugglega rétt.
vildi nú bara leggja þessum ágætu málum öllum lið, starfsemi stofnunarinnar og lagði fyrir mína yfirmenn hugmyndir að gera smá skýrslu sem að væri svona bara byggð á því sem að gera í öðrum löndum, að til dæmis að leggja mat á það hvaða atvinnugreinar væru vanlegastar til þess að þróa áfram á þeim grunni að þær skiluðu mestum virðisauka fyrir hvert ársverk sem þar væri unnið og fyrir hverja einingu af fjármagni sem væri bundið í þau. Þetta það sem heitir í dag framleiðni vinnuafls og framleiðni fjármagns. Ég gerði svona litla skýrslu og eitt af því sem kom út úr henni var það að þetta var bara svona staðalefni úr fræðunum. Eitt af því sem kom út úr henni var það að landbúnaður var með mjög litla framleiðni, skilaði litlum verðmætum á ársverk og fjármagni sem þar var að skila lítilli verðmætasköpun inn í þjóðarframleiðsluna miðað við aðrar greinar og þessu fylgdi nú bara svona þetta talnaefni og niðurstöður og ályktanirnar voru í þá vegu að sjávarútvegur væri augljóslega okkar sterkasta atvinnugrein til að þróa áfram innan þeirra ramma sem þar væru og af því að hún skilaði mestu á bæði á vinnuafl og á fjármagn, skilaði mestu ábata fyrir þjóðarbúið en landbúnaður sístum og svo iðnaður ágæta möguleika á ýmsar þjónustugreinar líka. Skömmu eftir að skýrslan kemur út þá kemur yfirmaður minn til sín og segir að það sé óska eftir því að ég fari vestur í bændahöllina og hitti þar formann stéttasambands bænda. Hann vilji ræða við mig þessa skýrslu. Og já, þetta var mikill bændahöfðingi sem hafði verið lengi forystumaður bænda og áhrifamaður á Íslandi og hinn mænsti maður og ég geng á hans fund, þessi skólastrákurinn, ekki mjög útbeldur af sjálfstrausti og ekki heldur hokinn af reynslu, en ég þóttist þó geta staðið við það sem þarna hafði verið gert og átti nú samt svona, var píldi hrættur að hann ætlaði að benda með einhverja veikleika. Ég hef ekki hort á einhverja efnisatriði sem að máli skiptu í dæminu. Nei, hann þegar býður mig til sætis og sest fyrir fram á mig og það löng þögn. Hann horfir á mig svona og ég sjálfsagt bráðna niður í sætinu. Svo segir hann, fólkinu í sveitinni sárnar mjög svona tal. Ég vissi náttúrulega ekki hvaðan vindurinn var að koma á mig og það var aldrei neitt svona hvarflað að mér. Ég var ekkert að vega landbúnaði og ég var meira bara að segja að það væri aðrar atvinnugreinar sem væru mikilvægari af því að það skilur mér verðmætum og ég var ekkert að segja að þetta stöðva þá framþróun í landbúnaðinn sem að vera eðlileg og allt í fínu með en við varum ekki að fara að byggja okkar framtíð á landbúnaðarframleiðslu sérstaklega mikið sem að ég held nú að 60 árin á undan höfðu sýnt og öll ár síðan hafa líka sýnt og þó að við sem fá menn enn dag í dag þá hugmynd að nýjar áburðarverksmiðjur eða aukin framleiðsla í landbúnaði með niðurgreiðslunum hans Þóróls vinnar okkar að það sé vænleg leið en svona var þetta. Síðan heyrði ég að því skömmu síðan hann hafði líka kallað yfirmann sinn fund og þetta var þannig að yfirmaðurinn og starfsliðið þarna í deildina sem var þjóðarallir og ánægð með þessa skýrslu og þetta var hugsað sem fyrsta skýrslan í röð af sambærilegum skýrslum en það var lokað á þau áform öll tekin út á borðinu og enga fleiri skýrslur komu í seríun þó að þessi verið númer 1. Annað dæmi sem ég ætla að nefna líka og það nú nýrra og svona kannski meira þekkt, það umræðan skattamálin og það umræða sem að kom í kjölfarið á því að ríkisstjórn sem að þá satt hún talaði mikið það fyrir kosningarna 2003 að þeir vildu lækka skatta og
og svo eftir kosningarnar sögðust þeir vera búnir að lækka skatta mikið og alltaf að lækka það mikið áfram og þetta verið góð stefna og allt fínt með það og ég hins vegar var að gera rannsóknarverkefni árið 2005 öryrkja, lífskjör öryrkja og hluti af því sem að ég gerði í þeirri vinnu var það að ég fekk Hagstofu Íslands til að gera fyrir mig útreikninga upp úr skattframtölum, annars vegar á tekjuþróun öryrkja yfir 10 ára tímabil og sundurgreiningu á tekjuliðum, hvað voru þeir að fá að lífeyristekjum, hvað voru þeir að fá að atvinnutekjum og hvað greiddu þeir í skatta af þeim tekjum sem þeir höfðu. Og eitt af því sem að ég rak fljótt augun í var það að skattbyrði öryrkjana, það að segja það hlutfall af heildartekjum þeirra sem þeir greiddu í skatta, það óð upp alveg frá 1995 til 2004 sem voru tölur og kom mér verulega óvart og það hafði enginn talað um það í þjóðfélaginu að öryrkjar veru að það var svo mikil óánægja hjá öryrkjum og ellilífeyrisþegum með sín kjör eins og stundum en þetta kom mér algjörlega óvart og þá fór ég að kanna málið, hvernig getur það á þessu staði, í hverju liggur það að þeir eru að greiða miklu hærri skatta frá ári til árs og bara verulegar aukningar. Og þá sé ég það því ég fer að fara að skoða önnur gögn, þetta gildir alla lágtekjuhópa í þjóðfélaginu. Og þetta tengdist persónufrádrættinum sem var að rýrna ár frá ári og þetta tengdist líka því að bæði barnabætur og vaxtabætur sem dragast frá árum sköttum, þær voru líka að rýrna ár frá ári. Og svo fór ég að skoða bara heildarskattbyrðina og tölur frá Hagstofunni og frá OECD og ég skrifaði þessu grein í byrjun árs 2006 sem að ég kallaði í dirsku minni stóra skattalækkunar brella og þar legg ég fram þessi gögn og sem sýna það að heildarskattbyrði einstaklinga á heimila hafði vaxið meira á Íslandi í síðustu 10 árin og undan heldur en í nokkru öðru OECD-landi. OECD hafði sjálfur birt tölur sem sýndu þá, ég bara náði þetta ganga. En svo sýndi ég það til viðbótar að það var skattbyrðin í hæstu tekjuhópunum sem hafði lækkað en hún hafði stóraukist í þeim lægstu og líka í millitekjuhópunum. Og þetta féll í grýttan jarðvegs og ekki sé nú meira sagt. Vegna þess að þetta náttúrulega gekk þvert á það sem að ríkisstjórnin var búin að vera að segja og var búin að vera að hæla sér á. Og þetta átti að vera kjarninn í hennar stefnu áfram. Og þessu var brugðist illa við, fjármálaráðherra þverneitaði þessu á Alþingi og notaði tækifæri og sagði það að ég kynni ekki að reikna. Minnst að þessu sem ég var nú að sýna voru mínir eigin reikningar, ég var nú aðalega að birta tölur sem Hagstofan reiknaði fyrir mig og hins vegar tók ég háar tölur beint frá OECD. Og ég reyndi að reiknaði líka ýmislegt en það var ekki neitt byggt á neinu slíku, þannig sérstaklega. Og síðan leyfði fjármálaráðuneytið sér í mánuðum og eftir þeir bjuggu til Excel-skjal. Þeir virkilega bjuggu til Excel-skjal sem átti að sýna það að skattbyrðin hafi virkilega lækkað í öllum þessum hópum. Það sem ég sagði og þau gögn sem ég var með þau sýnt að hún hafi hækkað. Og þetta var bara kaldrifjað fals og blekkingar. Þeir bjuggu til bara forsendur framreikningu á hinn og þessu. Þetta voru ekki rauntölur, þetta voru reiknidæmi sem þeir bjuggu til. Og þetta er dæmi umgengni aðila fjármálaráðuneyti sem er yfir stjórnsýsla skattamálana. Hvað leyfðu sér? Þeir að vísu svo nokkrum mánuðum síðar þegar hagfræðingur BSRB og fleiri höfðu bent á að þetta væri ekki boðlegt. Þá tókuðu þetta út af síðunni og hættu að nota þetta. En þetta var svona dæmi þetta og síðan gerist það að ég fór að taka fleiri atriði inn í þessu umræðu og það voru þessi atriði að ójöfnri tekjuskiptingu var að aukast á Íslandi og sem tengdist nú líka þessum skattabreytingum en ekki eingöngu og þetta fjalli líka í grýttan jarðveg og það hefði unnið sér það markmið þeirra ríkisstjórnar sem þá sagði að draga á ójöfnunni eða
þá þótti þeim þetta óþægilegt og einn af kollegum mínum hér við Háskóla Íslands sem eiginlega, ég held þegar ég var að hugsa það svolítið í gær, hverjir eru það í Háskóla Íslands sem að geta staðið undir þessari nafnbót að vera í pólitískri krossferð? Ég fannst nú eiginlega bara vera einn sem að stendur undir þeirri nafnbót að hafa verið til lengri tíma í pólitískri krossferð, beinlínis talsmaður pólitískra, róttækra pólitískra sjónarmiða sem að hann tengir við eitt stjórnmálaflokk að auki og stærsti hlutin af því sem að hann hefur gert helgað því máli og kallað fræðimennska og þannig að auðvitað hafa aðrir háskólakennarar tekið afstöðu og mælt fyrir afstöðu og gildismati og öðru slíku en þessi ágæti maður hann tilkynnti mér í febrúar 2007 að það hefði verið á kaffistofunni að það hefði verið ákveðið á fundi í gærkvöldi sagði hann að það er að fara í herferð gegn þér. Nú ekki ég nú alltaf svo merkilegur að svona almennilegt fólk eins og þú og vinir þínir alltaf að fara í herferð gegn mér, ég get ekki skipt svo miklu máli. Jú, sagði hann, þá að vernda arfleifð Davíðs Oddssonar. Og það sem þú ert að skrifa það var bara skugga á hana. Og það sem ég var að skrifa var bara, ég var bara hrár og næfur empiristi, ég var alltaf bara að lýsa tölum og ég hafði aldrei sagt hvað mér fyndist að það ætti að hækka skatt eða lækka skatt, ég aldrei verið að tala um það. Og ekki eins og ójöfnuðin að mér finnst að það væri mjög slæmt að ójöfnuð var aukast, ég var bara að segja að ójöfnuð er að aukast, það er það sem börnin segja og það er bara alveg, og það leikur í því að þessu og þessu og þessu. En það var færið herferð og þessi herferð hún gekk út á það að ófræja mannorð mitt að ég væri fúskari náttúrulega og kynni ekki að reikna og ég gengi eitthvað undarlegt til og ég væri keyptur og ég væri pólitískur og hvað og þessi ágæti maður hann var búinn að skrifa á 200 ófræðingar pistla mig í blöðum og tímaritum og bloggi og ég hef ekki svarað neinu einasta. Þá kom einn pistil það sem hann vísaði í ritdeila mín og Stefáns Ólafssonar. Það er undarlegasta skilgreining á ritdeilu eða rökræðu sem ég hef heyrt að þetta var bara alveg einstefna og bara í grunninn bara ófræðingar herferð. En þarna finnst mér sko í þessu dæmi og bæði þessu skrifum og þessari umræðu sem var svo í kjölli farið skatta og ójöfnuðarmál og ég get sagt svipað sögur í umræðum fátækt sem var mjög viðkvæmt að tala um hér og fleiri velferðarmál að þarna upplifði ég ýmsar útgáfur af öllum þessum 5 göllum sem ég talaði um og það var þrýst á yfirmenn mína og það var eitt að skaða mig fjárhagslega, það var hjólað í mig á ýmsa vegu og það sem var kannski líka bara sem að sýndi sko sjálfsöryggi þeirra sem að stóðu í því var það að ég var oft átti vita af því, ég var í vonum ég var oft átti vita af því fyrir og hugsunum hann verið svo að ég færi nú að þegja þannig að en ég ætla nú að ljúka þessu og gæti nú sagt margar fleiri svona sögur en það sem að mér finnst að standi upp úr í þessu og þegar að stjórnmálumenn eru að gera svona eins og þegar þeir verða að vega að skrifum empirísk og eiga mikið rétt á sig, skrifum niðurgreiðslur í landbúnaði svo eitt dæmi sér tekið og fjölmörg önnur að vera að kalla þetta pólitískar krossferðir, þetta er ekki bara skotið svo langt yfir markið, þetta er eiginlega bara minnkandi fyrir þá sem að gera þetta og ég held að þetta fólk ég held bara stjórnmálamenn sem að stíga út úr þessu og uppfyrir þetta, þeir munu bara að vaxa. Þeir að taka umræðunni, taka gagnrýni, fagnandi
ef að þeir ekki geta svarað gagnrýni og ekki geta haft betri rök eða betri rögn á móti, þá eiga þeir bara að skipta stefnu, skipta afstöðu. Ef þeir vilja almannahag, og ef þeir vilja frekar þjóna ykkur öðrum hag en almannahag betur, þá eiga þeir bara rökræða og rökstyðja það. Það getur vel verið að slíkt eigi rétt á sér í sumum tilvikum. En ég held að menn myndu fyrst og fremst styrkja sjálfa sig ef þeir tæki þátt í að lyfta þessu umhverfi þjóðmálaumræðunnar á svolítið hærra plan. Takk Stefán fyrir frísklegt innlegg. Næst á mælskrá Ágústa Pálsdóttir, dósent í upplýsingafræði og gjörðu svo vel. Yfirskriftin á þessu málþingi, eins og hefur komið fram, eru háskólakennarar í pólitískri krossferð og verið að vísa í orð forsætisráðherra. Og hérna umræðuefni líka sett fram sem í samhengi við akademískt frelsi háskólamanna. Og þetta býsna víðtækt viðfangsefni og það sem ég verð með eru fyrst og fremst hugleiðingar málefnið. Þetta sem sagt ekki mjög fræðileg nálgun hjá mér. Og kannski verði ég á svolítið öðrum nótum en Stefán og Vilhjálmur. En ég fletti til gamans upp í Vísindavefnum og skoðaði hvernig þetta orð krossferð skilgreint. Og þar kemur fram að það sé notað í tvenns konar merkingu. Annars vegar það notað hvers kyns ofstækisfulla baráttu fyrir heilögu málefni og hins vegar það merkir það herför kristinna manna til landsins helga til að frelsa það undan heiðingjum. Og þetta virðist mér nú reyndar vera svolítið samofið því það hægt að fara stað með umfjöllun eitthvað málefni, til dæmis í þeim tilgangi að útskýra fyrir öðrum hvers vegna þessi ástæði til að starta við og hugsa sér gang. Og jafnvel að skipta skoðun og þá geti væntanlega verið það að ræða að frelsa viðkomandi undan fyrir skoðunum. Og svo hægt að taka málefni ítrekkað upp. Þannig að kannski hefur fólk báðar þessar merkingar í huga þegar það verið að deila á kennara fyrir að stíga fram og láta heyra opinberlega í sér eitthvað sem að hinum aðilunum hugnast ekki. Jafnvel þó að umfjöllunin sé málefnaleg og studd rökum sem að felstur að veigamikið atriði innan aðilunum hérna nokkuð vatn sem að Já, menn þetta var ekki nota. Helgi, hvað var það? Þannig að kannski hérna, já, eins og ég sagði, það kannski að hugsa út frá hvort tveggja, jafnvel þó að það sé verið að taka málefnalega á umfjöllunarefninu. Og við höfum dæmi svona gagnrýni frá einstaklingum og hópum sem standa fyrir utan háskólann, en við skildum ekki gleyma því að gagnrýni hún getur líka komið innanfrá, frá einhverjum innan háskólans samfélagsins eins og Stefán kom inn. Og þetta tengist auðvitað samfélagslegu hlutverki háskóla og akademísku frelsi háskólakennara til að velja sér viðfangsefni og fjalla það. En þetta snýr líka að ákveðnum mannréttindum því að í 19. grein mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948 sem að Ísland aðili að og hefur staðfest stendur að hver maður skal frjáls skoðana sína og að því að láta þær í ljós. Og felur slíkt frjálsræði í sér réttindi til að leika, taka við og dreifa vitneskju og hugmyndum með hverjum hætti sem vera skal og án tillits til landamæra. Þarna sem sagt verið að leitast við að tryggja mjög víðtæk mannréttindi á þessu sviði, þar að segja frelsi einstaklinga til upplýsinga og vitsmunalegt frelsi til að hafa og láta í ljós eiginskoðanir og þá með það að leiðarljósi að slíkt frelsi þjóni hagsæld og framþróun hjá samfélögum og einstaklingum sem auðvitað gríðarlega mikilvægt atriði.
Og síðan koma til ýmis lög og reglur sem að setja okkur ákveðinn ramma samskipti og tjáningu sem að ég ætla ekki að fara út í hérna. En akademískt frelsi hægt að ræða frá mörgum hliðum, það má skoða fjallina út frá ýmsum sjónarhornum. Það snýr meðal annars að háskólinn sem stofnun, en í lögum háskóla það kemur fram að þeir séu sjálfstæðar menntastofnanir sem eigi að njóta sjálfræðisvarðandi innri málefni og þar segir jafnframt að hlutverk háskóla sem meðal annars að stuðla að sköpun og miðlun þekkingar og færni til nemenda og til samfélagsins alls. Og akademískt frelsi snýr líka að háskólakennurum og í lögum háskóla kemur fram að skólunum beri að virða fræðilegt sjálfstæði. Það er að segja háskólakennarar, þeir hafa fræðilegt sjálfstæði til að fjalla kennslugrein sína á þann hátt sem þeir telja skynsamlegt og vera í samræmi við fræðilegar kröfur og þessu sjálfstæði fylgir líka svo ábyrgð að sjálfsögðu að fylgja þá starfsreglum og siðareglum stofnunar og síðan námsbrautunum þær eru jafnframt bundnar eins og gæðakröfum og alþjóðlegum viðmiðum varðandi kennsluna eins og við vitum. Og svo að lokum þá kveða lögin á það að viðfangsefni rannsókn og kennslu í einstökum fræðigreinum háskóla skulu vera óháð afskiptum þeirra sem eiga skólan eða leggja honum til fé. Þannig að samkvæmt lögum þá hafa hvorki stjórnvöld aðrir aðilar út í samfélaginu sem hugsanlega að veita styrki til starfseminnar rétt til að gefa okkur fyrirmæli eða ráðskast með akademískt frelsi okkar. Og það er nokkuð sem okkur ber öllum að standa vörð. En hvert hlutverk háskólakennara gagnvart samfélaginu í víðum skilningi? Ef ég lít okkur aðeins nær þá segir í stefnu Háskóla Íslands frá 2011 að akademískt frelsi teljist með grunngilda skólans og það sama á við samfélagslega ábyrgð sem tiltekið að skólinn sinni fyrst og fremst með kennslu og rannsóknum og það sérstaklega tiltekið að starfsmenn séu hvattir til þátttöku í opinberri umræðu og uppbyggingu íslensks samfélags í krafti sérþekkingar sinnar. Meðal þeirra lykilmælikvarða sem eru síðan notaðir til þess að meta árangur af stefnu háskólans ábyrgð gagnvart samfélaginu, þá einmitt fjöldi opinna fyrirlestra, málþinga og ráðstefna við Háskóla Íslands og fjöldi viðtala, erinda og greina starfsmanna háskólans í fjölmiðlum. Og hvernig skyldi þá vera búið að okkur innan háskólans til þess að uppfylla þessi atriði sem eru tiltekin í mælikvörðum. Ef við horfum til þess hvernig þetta hlutverk er metið til launa við Háskóla Íslands, þá er það þannig að ritlaunasjóði prófessora og vinnumatssjóði lektor og dósenda þá hafa stig fyrir ýmislegt sem fellur undir þetta hlutverk, til dæmis það að vinna álitsgerðir eða skýrslur eða vera með erindi á fundum hjá ýmsum hópum út í samfélaginu. Þetta hefur rýrnað heldur frá því sem áður var. Og geta þá kennarar, til dæmis við félags- og mannvísindadeild farið fram á greiðslur fyrir þessi störf af hendi þeirra sem óska eftir því að þau séu unnin. Ég býst við að í einhverju tilvikum þá sé það vel mögulegt, en ég held að við höfum kannski öll líka verið í þeirri aðstöðu að það hafi verið leitað til okkar varðandi ýmis svona störf og við látum vita í upphafi að það sé ekki hægt að bjóða greiðslu fyrir og það standi ekki til. Og þá er spurningin hvort við eigum að neita eða samþykkja vinna launalaust. Eigum að taka þátt í því að vinna að árangri í stefnumálum háskólans í okkar eigin frítíma. Hvað gera kennarar í öðrum greinum? Eru þeir almennt að þiggja greiðslur fyrir þessi störf og getum við kannski lært eitthvað af þeim? Og eins og við vitum öll þá hefur verið gerð breyting á starfsskyldu lektor og dósenda þar sem að stjórnunarþátturinn hefur verið afnuminn og það er kannski sérstaklega ástæða til þess að velta því fyrir sér í ljósi þeirrar þróunar sem hefur orðið á undanförnum árum þar sem að skrifræði hefur farið heldur vaxandi innan háskólans
og það má spyrja sig hvaða áhrif þessar breytingar í heild hafi þá á svigrúm lektora og dósenta til þess að sinna samfélagslegu hlutverki skólans til lengri tíma litið. Er ástæða til að hafa áhyggjur af þessari þróun. Nú það mætti tína fleira til varðandi breytingar og störfum okkar sem ég ætla ekki að fara út í hérna. En til þess að geta sinnt þessu hlutverku okkar þá þurfum við tíma. Það held ég alveg óumdeilanlegt að við þurfum tíma til þess. Og við þurfum að standa vörð þann tíma sem að okkur er ætlaður. Að lokum þá má líka skoða þetta út frá misjafnri stöðu sem uppi innan háskólans, á milli sviða háskólans, á milli deilda innan sama sviðs og á milli námsbrauta innan deilda, þar sem að álagið við kennslu og stjórnun er mjög misskipt og þar með tíma og orku til þess að taka þátt í samfélagslegri umræðu. En það er full ástæða til að taka þetta málefni í heild upp öðru hvoru og ræða það hvaða svigrúm háskólakennarar hafa til þess að láta sína skoðun í ljós, til að gera grein fyrir rannsóknarniðurstöðum sínum eða annarra fræðimanna og túlkun sín á þeim. Hvort heldur sem er í kennslu eða á opinberu vettvangi. Hversu einbeitt erum við að koma skoðun okkar á framfæri og greina óhygga frá. Það er þannig að frjálsræði í skoðanaskiptum vísindamanna rannsóknir og niðurstöður rannsókna, þetta er mjög mikilvægur þáttur í því að tryggja vísindaleg vinnubrögð. Og það ásamt frelsi til gagnrýninnar umræðu þau mál sem að varða samfélagið og þróun þess. Þetta er meðal hornsteina akademísks frelsis. Og við getum velti fyrir okkur hvað þýðir ef að aðilar í samfélaginu líta svo á að háskólakennarar séu krossferð. Ef þeir telja þessi verið að fara fram í einhverjum annarlegum tilgangi, hvaða viðbragð getum við þá vænst utanfrá? Er á einhvern hátt hægt að koma höggi á viðkomandi háskólakennara eða á námsgreinans? Eða eru líkur á að það bitni á einhvern hátt á háskólanum? Til dæmis fjárhagslega eða með því að rýra orðspor hans. En við eigum líka að íhuga hvað gerist þegar að gagnrýnin kemur innanfrá, hvernig geta viðbrögð innan úr háskólasamfélaginu haft áhrif á starf okkar og hvernig bregðast við því ef það kemur gagnrýn úr þeirri átt. Og síðast en ekki síst þá er alveg full ástæða til þess að velta því fyrir sér hvernig að kennarum er búið innan háskólans til þess að sinna samfélagslegu hlutverki sínu. Hvernig þróunin hefur verið í þeim efnum og á hvaða leið við erum. Takk fyrir. Takk fyrir Ágústa, það er fróðlegt innlegg og ágætt að fá þetta skilgreiningu og krossferð úr þetta vísindaverkefni að sjálfsögðu, okkar sem við. En sá síðan sem tekur við máls hér í fyrirhlutanum hjá okkur er Vilhjálmur Árnason sem er prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands og svona að því loknu að þá munum við ætla fængja okkur veitingar hérna fyrir utan og svona ykkur 10 mínútur eða svo og koma síðan tilbaka og vera með pallborðið og umræður. En gjörðu svo vel bara Vilhjálmur, þetta er takk fyrir. Það er náttúrulega í glærur. Glærurnar einar, vilja það hérna? Komið þið sæl, ég þakka fyrir að vera boðin hér úr annarri deild til þess að taka þátt í ágengja vegum félags- og málfræðideildar. Ég kaus að tala hér yfirskriftin hjá mér borgaralega skyldur háskólakennara. Eru háskólakennarar í pólitískri krossferð. Ég byrja bara fyrst að þetta vinna svona. Ég held að sé hægt að segja að frumskyldur háskólakennara að sinna kennslu og rannsóknum. Og það er svona frumskyldan sem við erum ráðin til.
og þær má auðvitað útfæra með margvíslegum hætti og það til dæmis gert í skráðum siðareglum. En skráða siðareglur yfir bara orða þær grundvallar skyldur og ábyrgð sem fylgja starfi á ákveðnu starfsviði. Ein leið að segja, og maður heyrir þetta oft, að alveg kennslu og rannsóknir sé óbeint framlag okkar til samfélagsins, en jafnframt að þungvægasta og varanlegasta. Ef við stundum þetta svona þolinmóða ræktunarstarf sem er fólkið í kennslu og rannsóknum, menntum nemendur okkar vel og sinnum sem sé starfinu á þann hátt sem við teljum best, þá muni það skila sér óbeint út í samfélagið og það sé í rauninni í því sé okkar framlag til samfélagsins fólki. Það þurfi ekkert að vera beinna en það. Við gerum þetta vesinn. Og þetta er áhugavert viðhorf og ég hef heyrt þessu haldið fram og margir auðvitað stunda sitt starf þannig. En ég held hins vegar að það sé óhjákvæmilegt að huga að svona beinni tengslu við samfélagið. Heldur en þetta. Og til dæmis bara með því að ástunda sitt akademiska starf af heilindum. Mér er þetta hugleiki, ég var að koma af málþingi í gær, sem var í Oslo, heiðarleika í vísindum. Eða óreiðu í vísindum, sem að þýðum danska heiti úreiðilegir. Og það er mjög athyglisvert hvernig allar norrænu þjóðirnar eru búin að koma sér upp kerfi til þess að taka á óreiðu í vísindum á landsvísu, en við höfum ekki náð því ennþá. Við erum samt sem áður búin að, ég hef verið að starfa með Rannís til þess að móta viðmiðanir og það segir, til dæmis, að auðvitað grundvallar skylda vísindamanna er að handla ekki réttu máli. Ég held að þetta sé í rauninni skylda við samfélagið jafnframt, þetta er ekki bara fræðileg skylda, þetta er óbein skylda við samfélagið. Sviki vísindi fyrir þessi vísvitandi flekkingu gagnvart vísindasamfélaginu og þeim sem taka ákvarðanir, til dæmis stjórnmálum. Og svo sem með því að gefa rangar upplýsingar, falsa niðurstöður eða dreifa þeim til að mynda ritverkum, rannsóknarskýrslum og umsóknum styrki. Mismunandi birtingarmyndum svika má skipta í fernt, uppspuna villandi upplýsingar, ritstjórn og mismunandi. Bara þessi svona grundvallar skylda fræðimannsins, háskólakennarans, sem var orðið svo flott hér bara til forna hjá okkur, að hafa það sem sannara reynist, að það er í rauninni líka jafnframt samfélagsleg skylda, borgaraleg skylda, þá hún séu þetta grundvallar svona fræðileg skylda. Þessa heiðarleika kröfu má uppfylla með það sem við köllum svona í heimspekinni taumhaldsskyldum. Það er að segja í rauninni maður þarf ekki annað en að í rauninni bara láta það ógert að hafa taumhald á sér, hafa freistismæður til svika eða blekkinga, hafa ekki rangt við og hinni almennu verknaðarskyldu vísindanna að hafa það sem sannara reynist. Þetta er stundum kallaðar fullkomnar skyldur í siðfræði vegna þess að í rauninni þarf ekkert til að halda þær annað en að sitja á sér til að láta ekki undan sér í freistingu til að blekka. Það eru auðvitað ýmsar og það er vaxandi í nútíma samfélagi og það var einmitt fyrir að ræða tölvöld í Oslo í gær svona nýjar freistingar í fræðasamfélagi. Er raunhæft og sanngjarnt að tala tilteknari borgaralega verknaðarskyldur háskólakennara. Það er það sem við sumkvæmt að spyrja hér í dag, svo sem að tjá sig nú setja í gæsalappi, pólitísk málefni. Þá er spurningin þetta hvað er pólitík og það er stundum svolítið of þrönga og neikvæða hugmynd pólitík. Ég held að mér jákvæða sín á pólitík ef ég huga málefni sem varða almannahagsmuni og stjórnvöld þurfa að taka ákvarðanir Það er þetta pólitík í svona einfaldri skilgreiningu þess orðs. Og í lýðræðisríki er eðlilegt að gera þá kröfu að slíkar ákvarðanir séu upplýstar og ígrundaðar, byggðar á traustri þekkingu og rökstuðningu fyrir þeim sem opinber og frambærilegur. Þetta er ekki endilega það sem við búum við, en þetta er ekki mjög eðlileg hugsun eða krafa að sé gerð í lýðræðislegu samfélagi.
Og hér þetta gegna vísindi mjög mikilvægu hlutverki. Ég kalla þetta ígröndunarkröfuna, ég nota þetta orð aðeins á eftir. Að við getum, og ég ætla að segja að háskólamenn geti komið mjög að þessari ígröndunarkröfu í lýðræði samfélagi. Þetta tengist skilningi á lýðræði vegna þess að og sem til dæmis landlægur annar skilningur hér á Íslandi sem við sá að stjórnmálamenn taki einfaldlega þær ákvarðanir sem þeim hugnast eða jafnvel sem þeir komast upp með innan ramma, laga og stjórnarskrá en taki síðan dómi kjósenda á 4 ára fresti. Þetta svona eiginlega allt of útbreiddur skilningur á lýðræði hér og frá því sjónarhorni viðleitni til að þroska ákvarðanir með fræðilegri ígröndum og upplýsingum sem sé þá ígröndunarkrafan gjarnan séð sem utanaðkomandi skerðing á pólitísku valdi. Og við höfum oft heyrt talað þannig í íslensku samfélagi að einhverju sérfræðingar út í bæ séu að skipta sér á pólitík með því í rauninni að efla hina lýðræðislegu ígröndun og stuðla að upplýstari ákvörðun heldur og eru nærtæk dæmin núna. Þannig að það er auðvitað mjög mikilvægt sem sé að huga að þessum skilningi á lýðræði og pólitík. Nú, hins vegar mjög algengt auðvitað að skoða vísindi og pólitík sem andstæður. Vísindi bara staðreyndir, það hafa verið nefndar hér stjórnmál snúast stefnu og sögulega séð snerist hinn merkilega krafa sem til dæmis Max Weber lýsir í ritinu Mennt og máttur, krafan akademískt frelsi, einkum lausn undan afskiptum stjórnmála og trúar, það hinn evrópska hugmyndir þessi vísindi verðmæti, sem nú snúin hugmynd, en sögulega séð er hún mjög merkileg, vegna þess að hún snerist frelsi til þess, hún snerist frelsi, akademískt frelsi, til að leggja rækt við réttnefnd vísindalega verðmæti, sannleiksleit, gæta hlutlægni, geta ástundað frjálsa rökræðu án þess að þurfa að lúta einhverjum sem sé verðmætum sem kölluð voru, þess að við talaðum hlutleysi vísindum verðmæti, án þess að þurfa að lúta verðmætum sem að kæmu vísindum ekki við, sem sé pólitískum eða trúarlegum toga. Nú má spyrja þetta, þessi barátta til löngu unnin? Í einhverjum skilningi hún það, eflaust, allavega koma í rauninni engin geistleg eða veraldleg stjórnvöld eða kennivöld lengur þannig fram beinlínis, allavega ekki á Vesturlöndum, að þau vilja ráðskast með vísindin og niðurstöðu þeirra. En fyrir vikið, eða ekki endilega fyrir vikið, bara vegna margvíslegra þróunar, þá birtist valdið og þrýstingurinn gagnvart vísindunum oft með öðrum og óbeinni hætti og oft lúmskari hætti. Og hér til dæmis stundum talað greinamenn á lóðuréttu valdi, þessu valdi sem kemur á ofan og það er svo auðvelt að henda reiður á vegna þess að það kemur í formi skipunar eða lagaboðs eða hvað það er að ofan, þá þekkjum við valdið, en ef það kemur eins og til hliðar í margs konar oft í formi kannski gylliboða eða freistingar til að hagnast, þá er það miklu erfiðara að koma auga á og jafnvel að gæta sín á. Og þetta var nú til dæmis eitt af því sem var rætt þegar vorum að gera hrunið, að til dæmis íslenski fjölmiðlar hefði ekki áttað sig á þessum nýju svona valdatengslum í íslensku samfélagi. Og í akademísku samhengi hér oft talað hagsmunaárekstra og hvernig fræðimenn þurfa að varast þá. Nú, vísindamenn þurfa stöðugt held ég að vera á varðbergi gagnvart margvíslegum öflum sem ógnar rannsóknarfrelsi, frjálsri rökræðu og sannleiksleið. Þetta er í rauninni bara, þetta er svona nútímalegt afbrigði af þessari hugsun frelsi undan afskiptum. Og ég held að þetta geti birst mjög eðlilega með margvíslegum hætti, til dæmis með því að leiðrétta rangfærslur á fræðasviðinu. Ég fekk bara handahófi dæmi sem hafa kannski komið hér í íslensku umræðu á síðustu árum. Sagnfræðingar hafa þurft að tjá sig villandi söguskilning sem hefur komið fram í ræðum ráðamanna.
það var nefnt hér í fyrra umfang fátæktar eða hérna, stöðu veststöddu, það hefur verið deilt það hefur komið mikilvægar upplýsingar auðvitað til leiðréttingar á slíku málum eða stöðu náttúrusvæða, svo nýlegt dæmi sé nefnt. Og þetta eru svona leiðréttingar sem held ég að sé mikilvæg skylda fræðimanna að ástunda. Í öðru lagi, með því að sporna gegn því að þekking sé ekki notuð í skaðlegu skyni. Hér er náttúrulega þessi frægu dæmi þegar til dæmis náttúruvistamenn hafa beitt sér eins og læknar á landamæra eða efnafræðingar hafa beitt sér gegn því að þekking þeirra sé notuð í einhverju augljóslega skaðvænlegu skyni. Og svo þriðja að niðurstöðum sé ekki hagrætt til að mynda í gróðaskyni, þannig að eins og er algengt til dæmis í lyfjageiranum. Í öllum þessum tilvikum er þetta mjög eðlilegt og sjálfsagt að fræðimenn beinlínis séu varðvekki gegn því að niðurstöður rannsóknar þeirra séu misnotaðar. Hins vegar má spyrja hvort að og það verður þá sterkari skylda, gætu fræðimenn haft beinlínis frumkvæðisskyldu, ekki bara að leiðrétta það sem verið er að halla réttu máli og þeir þurfa að grípa inn í eitthvað það sem að veruleikinn er orðinn hlutdrægur, heldur geta þeir þurft að hafa frumkvæði sjálfur til að stíga fram. Og hérna vitna ég áhugavert ákvæði úr Magna Carta yfirlýsingunni akademískt frelsi í Bologna yfirlýsingunni held ég að sé. Þetta er úr bók Jóns Torfa Jónassonar Inventing Tomorrow's University. Þriðja siðalögur Magna Carta akademískt frelsi gerir ráð fyrir að háskólamönnum beri í krafti faglegrar stöðu sinnar og hæfni til gagnrýninnar hugsunar að taka til skoðunar málefni sem aðrir vanrækja vegna þrýstings af ýmsu tagi. Þetta held ég að sé mjög athyglisverð klausa sem vegna þess að við erum og hérna vitna ég líka í hugsun hjá Foucault sem er mjög athyglisverð alveg á sama toga. Hann talar það að það sé í rauninni pólitísk ábyrgð sérfræðinga eins og hann kallar það, hvort sem að þeir líki betur það að í nútíma samfélagi þá sé þeirra þörf til að rýna í þess sérhæfða sem er hulið almenningi en getur skipt sköpum til skilnings á brýnum úrlausnaröfnum samtímas. Hann svona teflir þessu fram gegn hugmyndinu menntamanninn fyrra á árum sem kom fram svona og talaði á almennum nótum og segir nú þurfum við sérfræðingarna til að rýna í þess sérstaka og sérhæfða einmitt vegna þess að samfélagið er orðið svo flókið og margþætt að það geta engir aðrir læsir fyllilega á þessa þætti. Og ég nefni hér að þetta skiptir máli, við erum í þjóðskóla, skóla sem er fjármagnaður á almannafé og það sé eðlilegt að við beitum okkur til þess í þessa veru, en auðvitað er svo skylda samhengisbundin eins og kalla má. Þetta er ekki fullkomin skylda eins og það er að blekkja ekki, halla ekki réttu máli. Þetta við kallum þetta í heimspekinni ófullkomnar skyldur, það er að segja það eru háðar margvíslegu getu og hafa tök á tíma og menn geta alveg með réttu borið því við til dæmis að þeir séu einfaldlega svo uppteknir í sinni rannsóknar og kennslu vinnu að þeir geta ekkert verið að einbeita sér að einhver svona samfélagslegum efnum. Það er alveg frambærileg ástæða í rauninni, en ég held að þessi skylda verði því áleitnari sem innviðir hins borgarlega vettvangs, og við notum bara það orð, þar sem upplýst almenningsálit mótast eru veikari. Og það held ég að sé því miður tilfellið á Íslandi að hinn borgarlegi vettvangur til dæmis vegna faglega veikrar fjölmiðlunar
þá er skylda eiginlega fræðasamfélagsins áleiknari en ella og fjölmiðlamenn til dæmis tjáðu sér töluvert það hér samhengi við rannsóknarskýrsluna að þeir hefðu oft leitað hjálpar fræðasamfélagsins til þess að rýna í til dæmis áskýrslur bankanna og fleira og hefðu oft farið bónleiðir til búðar og það var einn ástæða þess að háskólamenn voru dregnir inn í umræðina bankahrun. Þannig að vegna þess að þeir hefðu sem sé verið óviljugir til þess að koma inn í samfélagslega umræðu þegar þeim í rauninni var að hjálpa til. Og hér, þetta er þarna farið að rýna í forsendur pólitískra ákvarðana og komið inn á pólitíska vettvang. Því skeytingarlausar sem stjórnmálin staðreyndir og mannréttindi, því sterkari verður þessi skylda. Við sjáum þetta hvar vegna. Það er mjög athyglisvert til dæmis hvernig tyrkneskir lögfræðingar hafa orðið eiginlega aktivistar. Þeir beinlinnis farið að beita sér og þá í nafni hugsjónar lögfræðingar. Og guðfræðin verður alltaf mjög pólitísk í umhverfi þar sem er mannréttindabrot og mikil nei. Þannig að það veltur á sem sé hinu félagslega samhengi hversu sterk þessi borgaralega skylda frumkvæði verður. Þá má spyrja, getur þetta orðið að pólitíska krossferð? Sinni háskólamenn borgaralegum skyldum sínum með þeim hætti sem ég en sé með því að leiðrétta eða grípa inn í á fræðilegum og hlutlægum forsetum, þá verða þeir ekki réttilega ásakaðir það. Ásökunum hins vegar gerir ráð fyrir að réttumáli sé hallað eða óhlutdrægni ástundu og það er auðvitað hægt að gera með ýmsum hætti en ég ætla ekki að fara út í það væri áhugavert að ræða hvernig auðvitað geta háskólum eins og aðrir gerst sekir hlutdrægni og fara út í pólitík í vondum skilningi þess orðs jafnvel undir hatti fræðimannsins og það er auðvitað ámælisvert. En ég ætla ekki að tala það hér. Með því að framfylgja hins vegar þessari svokölluðu ígröndunarkröfu, ástunda árvekni og frumkvæða fræðilegri áhrif eru þeir hins vegar komnir út í pólitík í þeim uppbyggilega skilningi sem ég hef nefnt, ég held að það sé óhjákvæmilegt. Það er að segja, með því að stuðla að upplýstari og ígröndaðri ákvörðunum þau málum sem varða almannahag og það er æskilegt og gott. Þeir leggja þó sitt af mörkum til að efla lýðræðismenninguna sem er ein meginforsenda þess að þeir geti gegnt frumskyldum sínum í kennslu og rannsóknum sómasamlega vegna þess að við þrýfumst og nákvæmlega eins og Ágústar endaði held ég á því að byggja samfélag sem að býr í haginn fyrir sem þessi akademískt frelsi og frjálsar rökar. Takk fyrir. Þakka þér fyrir Vilhjálmur fyrir gagnlega punkta og nú er svona spurningi hvort við fáum okkur smá kaffihressingu og komum svo tilbaka hérna í pallborðið. Það tækir bara vel til fundi og þá er tækifærið að standa upp. Það verður ekki lengur 10 mínútur, ég verður alveg harður hérna að lauta, að reka verkamenn inn og jafnvel fleiri til að taka þátt fyrir í pallborðinu og umræðu og þetta málefni og þá taka allir þátt í því, bæði þrír framsögublindur og pallborðsliðir. No, yeah, okay. Yeah, det er skjønt. Jo, það er nú blökkið fyrir sig. Velkomin aftur, það er ekkert mikil aftur. Það er ágjörð því að hleypa í kaffi í miðjum á málþinginu, það myndi leiða til einhvers konar formálegt hlið, en mér sýnist þetta allt saman skilja sér ágætlega. Bakkir er góður hópur. En síðan hlutinn, hann felst í pallborðinu, þar munu sem sagt oddvitar, það er námsbreytar sem er í félags- og mannvísdeild, koma bara með stutt komment eða innlegg á þetta efni. Það getur auðvitað bara verið eitthvað sem menn eru nú þegar búin að hugsa, en auðvitað getur líka verið einhvers konar ansvar við því sem framlið þar ég fyrir í dag. En að því loknu, þá sem sagt bara opnum við þetta fyrir umræður og spurningar. Því þetta er auðvitað efni sem snertir okkur öll. En ég ætla bara ekki að orðleggja lengur, en Agnar Helgason, rannsóknarprófessor í mannfræði, hann byrjar stutt innlegg. Og að því þú tekið upp að þá er betra að tala í hátalara svo þetta fari nú örugglega á netið og inn á YouTube-una góðu. Ég skal bara reyna að tala hátt. Þannig þú getur líka að koma hérna upp sem þú vilt sko. En það er vist að betra sko. Já, ef ekki að prófa bara, ég get talað hátt. Talað hátt á skýr? Gjör svo vel. Já, þetta er flókið umræðuefni og
hægt að taka á því á margan hátt, en ég ákvað það að ræða það kannski bara svona út frá mínum eigin forsendum, út frá því hvernig ég hugsa mitt starf og ég hugsa mitt starf þannig að viðfangsefni mitt að lýsa heiminum, litla sneið af heiminum og ég á tiltölulega erfitt með að gera það. Það alveg fullt starf og mjög erfitt að fást við það. Ég lít ekki á það sem aðal viðfangsefni mitt að breyta heiminum, þó að lýsing mín á heiminum gæti vel leitt til þess að heiminum breytist það heppnast það sem ég geri. Þannig að mér finnst sko að háskólakennarar eiga að sinna þessu, þar að segja að lýsa heiminum, og við ef þeim tekst vel upp, að þá eiga þeir að blanda sér í umræðu, almenna umræðu, og miðla af sinni reynslu og þekkingu til samfélagsins, svona aðalega, og eiga semst að stunda aðalega þau störf að lýsa heiminum og svo við kannski að hafa einhver áhrif á opinbera umræðu. Ástæðan fyrir því að mér finnst þetta vera mikilvægt vegna þess að það skiptir svo miklu máli hvað sagt að það séu efnisrík rök sett fram. Það erfitt að setja fram efnisrík rök ef maður þarf sífellt að vera að tala við samfélagið. Vegna þess að það sem við höfum að miðla þekking og reynsla, og það tekur svo mikinn tíma og svo mikla vinnu að ná í hana. Þannig að og ef maður setur þetta svolítið í samhengi, praktískt samhengi við kannski yfirskrift þessa málþings, að þá held ég að auðvitað getur það verið dæmið eða tilfellið að háskólakennarar séu í einhvers konar krossferð. Það ekki útilokað. Við getum ekki útilokað það að einstaklingar sem að bundnir eru einhverju sannfæringu séu sífellt að eiga samræðu við samfélagið, kannski trassa það jafnvel að stunda sína rannsóknir, og að þær samræður séu ekkert sérstaklega innihaldsríkar. Og ég held að það sé mjög varasamt, vegna þess að ég myndi líka því þannig við, þetta svolítið eins og að slíkir aðilar að þeir sem sé eru að pissa í sundlaugina sem við allir hinir eru að synda í, þessi háskólakennararnir, vegna þess að fáir einstaklingar geta eyðilagt fyrir fjöldan með því að tjá sig óvarlega. Þannig að mitt viðhorf við það að tjá sig sjaldan, hafa mikið að segja það mjög skýrt, byggja það á sterkum rökum og gögnum, og svo einstaka sinnum ef að nauðsyn ber, að þá held ég að krossferðir geta verið réttlætanlegar, og ég nefni sem dæmi þegar vísindamenn og reyndar eru ennþá að berjast fyrir tilvist þróunarkenningar í menntakerfi Bandaríkjamanna, að það hrein pólitísk barátta, þessi að berjast fyrir því að það efni sé tekið fyrir í skólum, og ég til að slík barátta sé réttlætanleg, og það eru kannski önnur dæmi sem sambærileg sem eru réttlætanleg, en menn eiga að velja þá slagi mjög vandlega og ekki vera sífellt í slagi á þessum pólitíska vettvangi, vegna þess að ég held að það grafi undan skulum segja virðingu og vikt háskólakennara. Það mín afstaða í stuttum mál. Takk fyrir Ragnar, og kannski bara fara strax áfram Já, takk fyrir, og takk fyrir að gefa mér kost á að taka þátt í þessari umræðu héðan. Ég sé eins og Agnar Helgason, ég velti fyrir mér hvaða pól ég ætti að taka í hæðina vegna þess að yfirskrift málþingsins er ansi yfirgripsmikið og áhugavert, og ég held að við hefum getað verið með 2 dagar ástefnu um þetta mál. En til þess að taka við boltanum frá Agnari, þá velti ég því fyrir mér eins og til þess að nota hans orð, hvernig við getum lýst heiminum sem háskólakennarar út frá þeim gögnum sem við höfum, og ég velti fyrir mér hvernig getum við lýst, eða ég hef þurft að spyrja mig að því, og svo spurning hefur verið mjög áleitin fyrir sjálfa mig, eins og sum ykkar hér vita, og þess vegna ákvað ég að svona horfa svolítið á þetta út frá þeim sjónarhóli,
Það segja hvernig getum við lýst heiminum út frá okkar einn rannsóknargögnum, sérlega ef við erum með gögn sem að þykja viðkvæm og ef að við erum kannski að ástunda það sem að sumir myndi telja að vera gagnrýnar samfélagsrannsóknir. Ég hef ekki alltaf, alls ekki alltaf lítið svo á að ég var með þannig gögn í höndunum, en hef engu að síður þurft að velta því mjög sterklega fyrir mig hvernig við þá sem háskólakennarar tökumst á við félagslegt taumhald í litlu samfélagi, félagslegt taumhald sem að gera það verkum að ef að Foucault lifði í dag þá myndi hann kannski hafa áhuga því að orðræðugreina íslensk samfélag það út frá því séð semst hvað má segja, hvað mega háskólakennarar tjá sig. Og auðvitað fer það eftir hvers konar gögn við erum með í höndum, hversu mikið þetta þvælist fyrir okkur. Ég hef ekkert alltaf haldið að ég var með slík gögn í höndum, en við þekkjum það til dæmis að ákveðin hópur fólks, ákveðin hópur Færeyinga flýr til Kaupmannahafnar og býr þar, hammar, lesbíur, ungar konur sem eru gagnrýnar á kynjakerfið og skort og velferðar og úrræðum. Þetta gífurlegt vandamáli í Færeyjum sem mikið hefur rætt. Og ég hef veltið fyrir mér þeir sem að stunda kannski tiltekna tegundir rannsókn á Íslandi, þurfum við að koma okkur í samstarf við erlenda háskóla. Reyndar stundum við fram fyrir því að erlendi fræðimenn þykja nú ekki alltaf miklir pappírar þegar þeir koma fram á Íslandi, þannig það er kannski ekki endilega lausnin. En ég þurfti að velta svo mikið fyrir mér og náttúrulega bara að segja tvær örsögur hvers vegna þetta hefur verið álitið fyrir mig. Áður en ég kom hingað í stáru þá vann ég á rannsóknardeild í opinberri stofnun hér í bæ og var að skoða á einhverjum tíma gögn sem mér fannst ákaflega áhugaverð en alls ekki neitt sérstaklega pólitísk eða hættuleg neinum sem fjöllum tengsl tækni og líðanar starfsfólks. Ég var að skoða hvernig fiskvinnslufyrirtæki sem hafa verið sumhverra að selja sig, kannski ekki rétt orðið, þá komast túristar hingað til lands til að skoða hátækni fyrirtækin hjá okkur og ég var að skoða í rauninni tengsl þessar nýju tækni pluss eldri tækni við líðan starfsfólks. Og í einhvern tíma að verið fenginn til að vera með fyrirlestur hér í aðalbyggingunni á einhverju málþingi sem að Páll Skúlason, þáverandi rektor, boðaði til. Og þá sýndi ég fram á þarna að í hátæknihúsunum þá var tiltekin tegund vanlíðunar mun meiri heldur en það sem tæknistigið var læra. Kom mér ekkert óvart að því ég held allan þeir sem hafa lesið sömu kenningar og ég hefði eða ekki þurft að gera þessa rannsókn. Morgunblaðið tók þetta upp. Þetta var skemmtilegu dagur bara og Magginn talaði við mig og bara allt fína með það. Svo daginn eftir, ég var alltaf sest niður, þá var hringt til mín frá tilteknu fyrirtæki sem framleiðir, eitt af fyrirtæki sem framleiðir svona tækni og hinn tólun var öskureiður og ég held ég var aldrei talað við svona reiðan einstakling, öskureiður einstaklingur frá þessu fyrirtæki sem ásakaði mig náttúrulega alls ekki neinn rangindi og það fannst mér nú svolítið athyglisvert. Mér fannst þetta símtal mjög athyglisvert og bað hann að hitta mig, við skildum ræða þetta og mér langaði að koma út í fyrirtæki og ræða þetta en ég hef ekki verið síðan nokkur á liðin, ég hef aldrei verið boðið, mér er ekki verið boðið til þeirra samræðu sem líka áhugavert í ljósi þess sem ég verið sagt áður. Öskureiður einstaklingur sem ásakaði mig hins vegar það að tjá sig svona það geti þýtt til að voru til þess að hlutabréf í fyrirtækinu myndi falla sölutölur erlendis lækka. Ég náttúrulega gat vald elfst pínulítið við þetta símtal að finnast þetta já, er ég með svona mikilvæga rannsókn, ég vissi það ekki. En einhvern veginn var þetta samt ekkert skemmtilegt sko. Jú, ég held að við myndum síðan fundum þetta, en það var það ekki. En það sem gerðist hins var það að það var greinilega haft samband við samtök atvinnulífsins sem áttu fulltrúi stjórn þessa fyrirtækis sem að þessar stofnunar sem ég starfaði hjá. Og þannig ég fekk annars skammar símtal frá samtöku atvinnulífsins sem heimtuðu frá mér grunngögn og þeir ætluðu sjálfur að skoða þetta og vildu fá SPSS-skrár og ég veit ekki hvað og hvað. En það góða var nú svo sem að það
þau fengu aðgang að gögnum hjá mér en verkfræðingarnir sem fórunni þau gátu ekki sett spurningamerki við það sem ég var að segja. Fekk samt fleiri símtöl þar sem að sko skilabóð voru svolítið sko þessi þú skalt ekki halda og sért eitthvað stelpu skratti. Ég meina bara gerðu þau grein fyrir sem sagt hvaða stöð eða sem sagt hvaða afleiðingar þessi tegund umræðu getur haft í íslensku samfélagi. Talandi eins og einhver sagði sem sagt þjónustu við atvinnulífið. Við eigum greinilega, það voru auðvelt og þetta hefur svona verið svolítið að ég hef velti fyrir mig. Það er rosalega auðvelt og gaman að stunda rannsóknir í litlu samfélagi þegar að við erum að tala inn í orðræðu sem er bara hættulaus eða skemmtileg öllum. Vegna þess að ég hef líka lent í því, ég skal lofa ykkur að segja ekki fleiri reynslusögur, en bara mér langar að nefna hitt að því það er allt annað. Þarna var semst að við erum svolítið ofta að tala um stjórnvöld sem að vilja svolítið ráða orðræðinu. Þarna var þetta einkafyrirtæki. En ég hef líka lent í mjög óþægilegum svona svipuðum upplifunum þegar ég hef verið að greina frá rannsóknum mínum af verkalýðshreyfingunni og þegar að einhvern veginn var með boðið á 100 ára afmæli Dagsbrúnar og beðum að segja frá mínu rannsóknum, en síðan þegar þá kom ég í ljós að ég var ekki bara að hæla verkalýðshreyfingunni fyrir allt það góða sem hann hefur gert, heldur var ég með einhverja gagnrýnisraddir eða hugleiðingur það hvort að eitthvað tiltekið sem ég var að fjalla sem ég ætla ekki að þreyta ykkur með væru gæfuspor og hvar við værum stödd í dag. Og ég var náttúrulega ákaflega hissað þegar það kallaði yfir mig og 100 mann sem sátu hérna í salnum og voru að hlusta prúðbúið í einhverjum afmæli. Bara sko þvílík fúkyrði frá einum einstaklingi sem hafi verið svona forystumaður í verkalýðshreyfingunni lengi, að ég hef nú bara aldrei heyrt annað eins. Og hann var náttúrulega ekki bara að hóta því að hann ætlaði að kvarta undan mér við rektor Háskólans Íslands, þá verið komin hingað. Heldur var hann sem sagt sko náttúrulega, hann nefndi einhver áðan hérna að fara í mannin en ekki málefnið. Hann var ekkert að færa rök fyrir því að ég hafði rangt fyrir, ég var að fara með rangt mál, en sagði reyndar að þetta var það ómerkilegasta sem hann hefði hlustað á og svo kalla maður þetta rannsóknir, þetta sem er að gera í Háskóla Íslands, og svo skreitur hún sig með því að vera með doktorspróf og hvaðan ert þú með doktorspróf, er þetta svona? Og þetta var ótrúleg skammaræða sem ég fekk frá honum upp á sviði. Síðan sko hann búin að hringja í mig nokkrum sinnum, heimta frá mér gögn líka, í þessu tilfelli var að viðtalsgögn, bara fá þetta eins og bara strax, hann ætlar að skoða þetta sjálfur, ólíkt tölfræði skránum að þá sendi ég ekki frá mér viðtöl, en þetta hefur sko, ég hef ekki spurt rektor hvort hann hafi lagt fram kvörtun, hann er búin að segja mér 4 sinnum að hann hafi gert það og gerir svona ætlast til þess að háskólinn sé ekki með mig í starfi. Og þetta sko veldur því náttúrulega eins og ég sagði hérna upphafi að maður veldur því fyrir sér sko að því við höfum verið gagnrýnd fyrir það meðal annars í rannsóknarskýrslunni fyrir að vera háskólakennar fyrir að vera ekki að taka þátt í samfélagsumræðu. Og ég velti því fyrir mér sem sagt bara eins og ég segi hérna upphafi og mér finnst það mjög áleitið sko hvaða leiðir höfum við til að bregðast við. Ég nefndi áðan hvað ákveðnir hópar í Færeyjum gera. Hvaða sko eigum við bara að sitja og bera harm okkar í hljóði. Það er við náttúrulega sérfræðingar í að gera hérna á Íslandi. Það hafa meira sér rannsóknir sýnt það. Eigum við að svona einhvern veginn bara rökkva inn í skilina hvert í sínu lagi vegna þess að auðvitað er þetta óþægilegt. Þetta er ekki þægilegt þegar einhverju svona þungavíkta aðilar er að berja manni svona, því að maður svona veit ekki alveg hvert þetta fer. En ég hef bara veltið fyrir mér sko í framhaldinu, á ég ekki bara að fara að rannsaka dansmenningu á Íslandi, eða þú veist hvað að mann vil líka líða vel í vinnunni sjálfum sko. Hvað ámar að vera að fjalla eða semst ámar kannski bara að gera eins og, ég veit ekki, eins og Agnar var kannski svona aðeins að í að vera bara í
samræðum við ESI tímarit í útlöndum, það vil háskólarektor við gerum, það er alltaf sennilega mjög bara langt best, þannig að þau lesa þorri Íslendinga ekki, taka ekki þátt í þessum málþingum út í bæ sem að við kortir fáum ekkit fyrir heldur í stigamati stigakjörfinu hér á Íslandi. Enginn að skamma manna því að veit ekki hvað maður er að gera, nema einhverjir útlendingar örfáir sem að lesa það sem maður er að gera. Takk fyrir. Já, ég ætla að vona þetta. Þetta stundainnlegg er byggt á hugleiðingum mínum eftir að hafa lesið fyrirlestra sem voru haldnir hlutverk háskólakennara árið 1996 á meðan kennslumálanefndar HÍ og yfirskrift þessa málþings líka á umræðinu sem er gaman í dag. Og þar lýsti Páll Skúlason heimspekingur hvernig þjóðfélagslegt hlutverk háskólakennara markast af þeirri samfélagsgerð sem er ríkjandi á hverjum tíma. Og náttúrulega eitt af því sem enginn nútíma samfélagi stöðu endurskipulagning og viðleitni til að beita fræðilegri rýni til að skilja samfélag manna og finna nýja leiðir, aðferðir og tæki. Og grunngildi háskólasamfélagsins, sem ég held að sé mjög mikilvægt að hafa í huga og hafa komið fram hérna, að fræðin bæti samfélagið með aukinni þekkingu og þar leikur háskólakennarinn náttúrulega líka hlutverk. Þegar þessari spurningu hvort að háskólakennarar væri pólitískri krossferð að varpa fram í málþingi var svona tvennt sem kom mér í hug fyrst. Svona gildi í víðum skilningi og síðan völd. Og mér fannst bara gaman aðeins að skoða hvernig háskólar urðu til. Náttúrulega þegar borgarastéttin og sérhæfða starfsstéttir voru eflast og mótað sem nýtt valdakerfi. Við þurfum að hafa það í huga, við erum hluti af ákveðnu svona valdakerfi sem var til mótvæðis við megin valdakerfi þess tíma var stjórnandi kirkjuna. Þannig að séum ást kannski háskólasamfélagið fekk vald í gegnum hérna fræðilegu aðferð. Þess vegna náttúrulega verið að bregðast við því sem við segjum þetta snýst vald sem að ætla að vera varpaljósa sannleika. Og nú á dögum, þar sem að svona síðnútíma hyggja verið haft mikil áhrif, lítum við flest á að vísind og fræði aldrei hlutlaust, eins og kannski visshyggja síðustu aldar lagði áherslu á, og í þeim skilningu að þau séu óháð gildi. Og það var talað 3 tegundir gilda sem áhrif á vísindum, þekkingafræðileg gildi, menningarleg gildi og gildi sem verða til sem afleiðingar af vísindalegri þekkingu, sem ég held að sé líka mikilvægt að hafa í huga. Og svona það síðan stundar rannsóknir í náms- og starfsráðgjöf, eða náms- og starfsfræði, sem einnig mikilvægt að bæta við svona persónulegum gildum í þessa umræðu. Í kenningunum þróun starfsferðis áhugi hefnugildi til að mest áhrif á valkur á störfum, áhrif það við völdum að vera háskólakennarar á tilteknu sviði og leika svona lykilhlutverk í þróun okkar sjálfsmyndar, sem háskólakennarar eða sem manneskju. Gildi okkar, það er hafa þannig áhrif á val og viðfangsefni, lífsið og þar af leiðandi hvaða pólitísku kerfum sem við í okkar persónulega lífi höfum stað. Þannig að hið persónulega, fræðilega og pólitíska tvinnast að mínu mati óhjákvæmilega allt saman í hverjum einstaklingi sem háskólakennarinn í gegnum okkar grunngildi. Fræðin og þekking hafa sjálfsögðu síðan haft áhrif á einstaklingin í persónulegri reynslu einstaklingin í gegnum menntun og þekkingröfn almennt, en grunngildi byggð á menntun, uppbyggðun og viðfangsefni þar sem enginn eitt sannleikur gildir hefur mjög mikil áhrif á svona þá tilfinningalega tengingu sem við höfum við viðfangsefni. Þar sem enginn eitt sannleikur gildir svona í þessu síðnútíma samfélagi, aðeins misvel studdar staðreyndir og lýsingar á veröldinni eins og Agnar talaði og Vilhjálmur. Þá er mjög mikilvægt að kannski háskólakennararnir gerir sér betur grein fyrir sínum grunngildum, ástæðum fyrir þau eru hérna. Bæði í opinberri umræðu og í kennslu. En það er kannski komið hérna aftur að háskólanum sem einhvers konar valdastofnun í samfélaginu og möguleg pólitískri krossferð háskólakennara gegn ríkjandi valdum. Sjálfstæði háskólakennara ánáttúrulega tryggir með einu akademíska frelsi eins og hér hefur verið ítarlega rætt, sem er stjórnarskrárbundið og mannréttindasáttmálum. En þetta er athyglisvert að sjá í yfirlýsingu sem var gegn akademískt frelsi á 4. áratugnum. Ég veit ekki hvort að þetta kemur einhvers staðar í gegn aftur. Þar kemur fram að kennarar bera
Þetta virkar sem viðleitni til að setja inn akademísku frelsi mögulega pólitískar skorður. Og við þurfum kannski að hafa meiri ábyrgð af því en kannski okkar eigin pólitísku viðhorfum að þau komið fram í okkar háskólakennslu og fræði, eins og dæmi kannski hér á undan saman. Háskólinn er náttúrulega samfélag fræðimanna og kennara og tengist stærra fræðisamfélagi þar sem gilda ákveðnar leikreglur, byggðar á þekkingarfræðilegum og menningarlegum gildum. Stöðugt tekist á þessi gildi og leikreglur eins og við þekkjum og hinn vísta aðferðir afsprengi þeirra á hverjum tíma hinn viðurkennda leið til þekkingaröflunar og samfélagsrýmis. Og leikreglurnar setja fræðimönnum með öll sín undirliggjandi persónulegu gildi og pólitísku skoðunum skorður í ræðu og riti. Líkt á stjórnmálamönnum sem einnig stýrast af persónulegum gildum eru settar skorður á leikreglum lýðræðisins. Háskólinn er mikilvæg valdastofnun sem veitir henni pólitísku umræðu aðhald þar sem að leikreglurnar eru einhverju liti aðrar. Og háskólakennarar geta einnig verið með fjölbreytt persónuleg gildi sem hafa áhrif á nálgun þeirra og gefur ólíkar áherslur í fræðum. Kannski niðurstaðan er kannski sú að ákveðin svona tvíhyggju sem hefur gjarnan einkennt vestræna hugsun og endurspeglar svona í andstæðum sem við höfum tilhneigingu til að stilla upp hið pólitíska og persónulega, tilfinningalega og röklega, hugur og líkamleg, vísindi og trú, fræði og stjórnmál, gott og illt, svart, hvítt, nýlegt og alþingi. Fær svolítið fyrir þegar við verðum kannski að reyna að skilja hlutverk háskólakennarans í samfélaginu. Kennarinn er einstaklingur með persónulega, fræðilega og samfélagsleg gildi sem hafa áhrif á öll hans verk og fræðilega nálgun. Og það er nokkuð sem við verðum að horfast í augu við og takast mögulega á við með nútímalegri hætti en við höfum gert hingað til. Og sú niðurstaða dregur ekki mikilvægi vísinda og þeim áhrifum eða valdi sem við hafa í lýðræðislegu samfélagi. Við skulum ekki glemma heldur að háskólar þjóna samfélagi, stjórnvöldum og atvinnulífinu í ýmsum hætti eins og Guðbjörg Linda benti á einn áðan og eru náttúrulega undir pólitísk fjárveitingavald sett. Það er kannski mikilvægt að við hættum að hugsa í andstæðum og fáum kannski stjórnmálamenn til að vera fræðilegri og fræðimenn til að vera pólitískari. Því að það er mjög mikilvægt að við tökumst á pólitísk viðkvæm málefni eins og ég Vilhjálmur nefnir á. En hvað þýðir að vera pólitísk og hvað þýðir að vera fræðilegur? Er þetta einhver andstæður sjálf sér? Og aðalatriðið er náttúrulega að fá stjórnmálamenn til að virða háskólans sjálfstæða valdastofnun. Það er sem við höfum aldrei kannski náð þeim þroska sem samfélag og hérna fræðilega nálgun og nýta sér hana meira í pólitískri umræðu ákvörðunartöku eins og Páll Skúlason segir í erindi sem sé eitt af hlutverkum háskólakennarans að leggja inn í það umræðu. Ég myndi ætla að bæði fræðimenn og stjórnmálamenn vinni samkvæmt við grunngildi að bæta samfélagið í gegnum því lýðræðislega ferli almannahagsmunum til hagsbóta eins og Vilhjálmur nefndi á. Ég held að eiginlega grunngildi algjörlega saman. Takk fyrir. Að lokum þá er það Sigrún Hafsteinsson, dósent í safnafræði sem lokar handborðinni í bílimyndukorti áður en umræður taka við og spurningar og svar. Gjörðu svo vel, Sigrún. Já, komið þið sæl. Mér þykir þetta alveg sérstaklega áhugavert viðfangsefni. Þegar ég byrjaði inn í háskólanum fyrir 5 árum, þá byrjaði ég 1. júní 2009 og var með á bakinu hótunum það að ég er lögsóttur fyrir það að dreifa upplýsingum. En ég hefði þess að gleymt með það að verða mér út skjal sem þar sem íslenskur nefandi var að breyta upp á mjög áhugaverðu sambandi sínu við akademíska starfsmenn við bandarískan háskóla. Og mér fannst þetta eiga erindi við íslenskt akademískt samfélag og dreifði á Gammabrekku sem er stór póstlisti. Vegna þess að þegar ég kem heim úr námi eftir 5 ár erlendis, þá fannst mér nemendur við skólann hafa breyst, það er að segja dýnamíkin í nemendum og því hvernig þeir eru nú voru, hvert viðmót þeirra var gagnvart mér og öðrum sem voru kennari var breytt og mér fannst það að einhver leyti birtast í þessu skjali. Þannig að þetta voru mín svona fyrstu kynni. Og
síðan þá hafa svona, ég veit allavega eitt dæmi þar sem kvartað hefur verið undan því sem ég hef verið að skrifa, þar sem gengið var á fund hérna deildarforseta, eða sviðsforseta, réttar að sagt, og hérna leitað að aðgerðum til þess að setja ofan við mig mínar skoðanir. Og mér finnst að þessar tvær svona litlu stuttu sögur af sjálfum mér og síðan það sem Stefán Ólafsson byrjar hér á og hefur komið svo fram hérna í dag sé mjög nauðsynlegt innlegg inn í hérna hið akademíska starf. Ég saknaði þess reyndar svona til að búa til smá hérna brott að heyra svona svipaðar sögur af Vilhjálmi, hann kannar örugglega margar og sömuleiðis á Ágústi. Það hefði mátt krydda þær aðeins hérna þeirra framsögur aðeins með slíkum sögum. En auðvitað erfitt að aðhæfa hvort háskólakennarar séu í pólitískri krossferð, að minnsta kosti í flokkspólitískri krossferð. Á mati sumra, eins og mannfræðings sem heitir David Graeber, á menntafólk og ekki síst það sem er staðsett innan háskólastofnana að vera í pólitískri krossferð. Svo vísa sér í yfirskrift málþingsins enn og aftur. En af hverju? Að mati Graeber má vart greina skil í viðhorfum á milli fræðimanna og þeirra sem stunda viðskipti þegar kemur að mannlegum athöfnum. En fræðimenn virðast á undanfarnum áratugum viðurkenna og að því virðist gagnrýnislaust að grundvöllurinn að mannlegri tilveru sé fyrst og fremst efnahagslegur. Þetta sést ágætlega í því tungutaki sem fræðimenn hafa beitt fyrir sig og afhjúpar þetta. En á undanfarnum áratugum, kannski 20-30 árum, hafa kenningar mannlegar athafnir snúist að lýsa þeim sem framleiðslu, viðskipti eða exchange og neysla. Sé þetta rétt, má vissulega segja að háskólakennarar séu margir hverjir í pólitískri krossferð. Ekki síst það sem lítill greinarmunur virðist gerður á pólitík, kapítalískum viðskiptum og háskólamenntun. Á Íslandi eigum við fjölmörg dæmi upptöku slíks tungutaks háskólakennara. Og núna síðast má nefna sem dæmi nýlega grein eftir Ragnar Árnason hagfræðing í blaði Hagfræðinema þar sem hann notar orðið skaðsemi opinbert kerfi heilbrigðistrygginga. Þið hafið kannski séð þetta? Og hér á forsíðunni Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, og að því að þetta í mars, mottumars, að þá leiði háskólakennarinn sér að tekna á skegg sem þið sjáu kannski hérna. En þeir dunda sér ýmislegt og hugsa sig. En á sviði menningarstofnana, safna sem ég vinn á og kannski horfi á heiminn út frá, má greina samskonar áherslur þar sem tungutaks viðskipta og stjórnunar í þeim geira hefur innleitt sem nýlundur á síðustu árum áherslur á gildi samvinnu og samlegðar til að ná árangri í rekstri þessara stofnana. Í sögulegu ljósi aftur á móti má líta þetta sem grófa móðgun við þúsundur einstaklinga hér á landi sem hafa einmitt með samvinnu og samlegð sett á fót og rekið safnastofnanir. Og það má segja með því að yfirfæra þetta yfir á þessa hagnýtingarkröfu menntunar innan háskóla og umræðum aukin tengsl háskólamenntunar við atvinnulífið eru einnig ángi af þessum meiði ef við sjáum þessa áhrif sem ríkt í stefnu háskólans. Að mati Graeber ber menntamönnum og þar með háskólakennurum að vera sér meðvitaður gagnrýnir hlutverk sitt og hefur hann hvatt til þess að horft sig til anarkískra skoðana í samfélagslegum efnum og þar með menntamálum. En með því á hann við að háskólafólk eigi að vera tilbúið til að takast á við viðteknar skoðanir og rýni í og í raun hverfi frá tungumáli stjórnmála og fræðimanna samtímans sem séu oftar en ekki einkennt af skopstælingum á hugmyndum annarra þar sem en kappkost að dæma þær rangar, ekki af hennu illa og jafnvel hættulegar. Og í ljósi þess að vil ég halda því fram að háskólakennarar séu og eigi að vera í pólitískri krossferð og svipuðum nótum eins og Graeber hefur nefnt, en með hvaða hætti menn leggja skilning í hugtakið pólitík skiptir auðvitað máli og hefur alveg komið fram hér í dag. En það skiptir jafnframt máli hvort að svo afstæða sé krossferð í þeim skilningi að byggja á heitum trúnað og tiltekinn málstað. En sá heitrúnaður getur hæglega snúist upp í kreddubundnar stöðu þar sem lítið svigrúm gefst til endurskoðunar á eigin hugmyndum eða þolinmæði gagnvart andsnúnum skoðanum.
Pólitísk krossferð háskólakennara verður þar með að vera með þeim formerkjum að hún sé anarkísk. Þar sem skilningurinn á hugtakinu pólitík snýst að tekið sé á við spurningar lúta af sjálfræði, frjálsum vilja og samtakamætti einstaklinga. Og að takast á við þessar spurningar kannski aldrei meira knýjandi fyrir háskólakennara en einmitt nú, á tímum þar sem vald viðskipta og stofnana á borði ríkiskóla og söfn mikið, samt daunarendar og á ríkan þátt í beitingu og viðhaldi á ofbeldi, misrétti og hvers konar drottnun. Og eftir að hafa hlustað á Agnar hér áðan, þá verði ég að segja að þú sagði að sé kannski leiðinlegt að þurfa að standa í þig, en ég er kannski ósammála að því leitinu til að mér finnst að háskólakennarar þurfi ekki síst í dag að fara meðal hans fram með því góða fordæmi að segja vitleysu og vera kannski á þunnum ís þegar kemur að staðreyndum og nota bene skipta skoðun. Takk. Ég vil bara þakka Pallverðinu fyrir innleggið frá sér og núna þess að taka við spurningar og umræður og svona komment á það efni sem fram hefur farið hér í dag og endilega bara virkja þá sem hér eru til þess að koma með spurningar sem geta verið til þeirra þriggja framsögu höfunda eða einhverja hér í pallborðinu eða bara almenn komment bara á efni sjálf. Og svo myndi ég líka vilja þeir sem voru hérna í framsögunum hvort þeir vilja bregðast við einhverju sem kom fram í pallborðinu og svo öfugt. En bara hafa þetta brófið, ef einhver hérna alveg er endilega hérna að koma með spurningu þá er það bara alveg opið. Svona meðan menn eru kannski að velta því fyrir sér að þá er þessi spurningum svona pólitíska krossferð að sumuleyti auðvitað tekin úr umræðinu bara eins og hann birtist á Íslandi. En það er líka einu sinni þá man eftir því að þegar Ólafur Ragnar Grímsson var hérna að kveðja deildina einu sinni sem oftar, hann held ég þrisvar, en í annarkvort í annarskiptið, held ég hefði frekar þriðaskiptið og þá var hann að ræða þetta, þá talaði hann mun á því að vera sem sagt fræðimenn í pólitík eða hvort að pólitík færi í fræðimenn sko. Það væri grundvallar munur á þessu tvennu sko. Væntanlega talaði hann sjálfan sig sko, sem fræðimann sem væri í pólitík en það væri ekki pólitík í honum sem fræðimann sko. Það er að hann aðskildi þetta tvennt með þessum hætti og það sem að sömuleyti var það svona inspirasjón af þessu málþingi sko. Hvort þetta sé mögulegt eða æskilegt og allt það sko. En við erum nú búin að ræða þetta með frá ýmsum hliðum í dag og endilega að fá hérna kommentur á einhverjum öðrum hérna þetta efni. Gjörðu svo vel. Bara rétt upp hendi og segja hverju þið eru og kommentera. Rúnar, já. Þakka deildinum sérstaklega fyrir mjög áhugavert framtak og fyrir lesurum fyrir mjög áhugaverðir en því en áður var gjörðu þeirra því ég fá svolítið seint. En ég held ég staðsetti mig, ég er svona svolítið vefberisti þegar kemur að þessari umræðu og ég held ég staðsetti mig nú eiginlega bara milli Sigurjóns og Agnars í þessari umræðu og ég held ég sé nokkuð með því þar. Mjög áhugavert að heyra þarna ólíka útgangspunkta í þessari umræðu. Ég held sko að við höfum orðið vör við það á síðustu árum og þetta tengist, ég veit ekki hversu mikið menn horfði inn á við hérna en ég hef haft svona áhyggjur af því hvernig menn fara yfir fara á milli þessara hlutverka, það er að segja þáttöku í pólitískum erindrekstri eða erindrekstri fyrir ákveðin sjónum eða málstað og svo hins vegar að stunda fræðistörf. Að mér finnst mér fara stundum svolítið létt yfir þessi vörk og á þess að þessi gert algjörlega ljóst á hvaða forsendum menn fara fram. Og það getur til dæmis þáttöku fólks í opinberri umræðu, í fjölmiðlum og svo framvegis. Þá er ég talað félagsvísindafólk. Og ég hef haft nokkrar áhyggjur af þessu vegna þess að ég tel mikilvægt að við tökum þátt og ég sammála því sem hér hefur komið fram og meðal annars hjá Vilhjálmi að einmitt vegna þekkingar okkar og þjálfunar, bæði aðferðafræðilegar þjálfunar og síðan einnig þekkingar okkar á málefnum samfélagsins að þá höfum við ákveðnar skyldur til þess að koma inn í umræðuna. En við þurfum að vanda vel til þess hvernig við gerum það og við þurfum líka að gera fólki algjörlega grein fyrir á hvaða forsendum við förum fram í hvert skipti. Ef við erum í pólitískum erindrekstri vegna einhvers málstað sem við trúum að viljum fylgja fram, þá þarf það auðvitað að vera alveg skýrt. Ef við erum að byggja á fræðilegum niðurstöðum og rannsóknum, þá erum við í því hlutverki að gera það og þurfum að gera það vandlega. Það er vandasamt og ég tel vandar líka í því þegar við gerum ekki skil þarna á milli
við höfum ákveðið að vera á báðum stöðum og ég held nefnilega að þegar að maðurskjótin hérna að stundum finnst mér nefnilega að erindrekinn hann beri vísindamennir ofurliði hjá okkur, það er félagsvísindafólk, og það er þegar að við gleymum okkur eiginlega í erindrekstrinum og höldum hlutum fram sem við getum ekki staðið við og jafnvel vitum að við getum ekki staðið við, af því að við teljum að þjóna jákvæðum tilgang. Eða látum undir höfuð leggjast að nefna ákveðin atriði af því það er óþægilegt þeim málstað sem við stöndum fyrir. Þannig er erindrekinn farin að bera fræðimennir okkar ofurlið. Og það getur líka gerst á hinn veginn að fræðimaður beri erindrekan ofurlið og það er þegar við draugum okkur hér og segjum ég ætla ekki að varpa neinum blett eða örðu á mig eða mitt mannál eða ásti. Ég veit ýmislegt hér sem er ekki rétt, fullyrðingar sem eru rangar og svona, ég ætla ekki að stíga fram, halda bara mitt rannsóknarsvið, gera hlutina verð sem ég treysti mig til að gera innan vísindanna en stíga ekki þetta skref út. Og þá erum við líka að láta ganga á langt þarna. Ég er sammála því sem Vilhjálmur sagði einmitt og er weberíska hugmyndir að við eigum að taka þátt á báðum stöðum sem vísindamenn líka. En við þurfum að vanda okkur þegar við gerum það og gera grein fyrir á hvaða forsendum við förum fram. Þetta er svona meitt komment bara en þakka bara kærlega fyrir og góða umræðu. Takk fyrir Rúnar. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls þetta efni? Já, Valdimar. Já, takk. Já, þetta er eiginlega kannski komment á spurnarformi. Í ljósi tilefnis málþingsins og þess sem við vorum vitnað hérna síðustu árum og mánuðum og vikum og síðustu dögum, þar sem að háttsettir stjórnmálamenn, hæstsettur stjórnmálamenn, forsætisráðherra, utanríkisráðherra, formaður fjárlaganefnd og svo framvegis, hika ekki við þetta er ekki huga að ráðast beinlínis að trúverðugleika háskólans og stofnana hans og grafa undan honum, grafa undan kennivaldi háskólans sem valdastofnunar, getur við sagt, svo má sifja, og fórna þannig langtíma heill og hagsmunum samfélagsins sem þarf á sterkum grunda en ekki bara upprópanir. En ekki umræða því tagi sem Stefán lýsti. Í hvaða stöðu við erum komin með orðræðina í Er það ekki það sem er ekki skorturinn á díalóg vegna þess að þú ert komin í einhvern veginn svona þú ert fáviti og þú ert þá bara meiri fáviti og í staðinn fyrir að skilja og rökum þá einhvern veginn bara að finna svona ljótar orði við þar sem við erum að kljást við. Eins og Stefán lýsti. Maður í kommentar aðeins á þetta varandi spurningu Vilhjálms, ég hef ekki nokkra einustu áhyggjur á þessari á þessu skoðanakönnunum eða ímyndavanda hvort sem það er Alþingis eða Háskólans. En ég held að hann sýni að einhver leyti ákveðna eitthvað sem er nauðsynlegt til þess að skapist einhver díalógur sé einhver vettvangur til umræðuna þar sem verið meðal annars að ræða þessar stofnanir sem valdastofnanir sem hafa verið að fóstra nepotisma, misrétti, ofbeldi gagnvart ýmsum aðilum í þessu samfélagi sögulega og í samtímanum, alveg svo Stefán hefur meðal annars verið að lýsa í sínum greinum og það er eitt af því sem gerir til dæmis Alþingi að því sem það er í skoðanakönnunum. Þannig að þetta er ekki, ég veist að þessi díalógur sem þú ert að kalla eftir, hann megi ekki snúast það að vernda þessar stofnanir sem einhverjar stofnanir, heldur meira sem vettvangur fyrir okkur og okkar fulltrúa til þess að betur bæta kjör fólks í þessu landi, hvort sem það til hnífs og skeiðar eða til þess að fá frelsi til þess að hugsa. Það finnst mér vera svona megin efnið í svona díalóg sem þú ert að kalla eftir. En ertu þá að gefa þér það að þessi vilji þeirra sem starfinn á Alþingi að svona fóstra ofbeldi og auka kúgun og misskiptingu Nei, þetta er náttúrulega ríkið hefur náttúrulega ákveðin við getum sagt að það hafi náttúrulega ákveðin einkarétt á því að beita valdi til dæmis gagnvart mótmælendum og vald náttúrulega kemur og ofbeldi kemur í ýmsum myndum, ekki bara í einhverju líkamlegu eða lögreglulegu valdi, heldur í allskyns tungumáli og misbeiting á því hvernig menn að orða hlutina og svo framvegis. Það er náttúrulega mjög flókin vettvangur. En þannig að ég myndi kannski svara því þannig.
Viljum að þú ætlar að koma og síðan fyrir að loka þessu, við erum komin átti fram við tíma en þetta er áhugavert innlegg. Já, en með skoðanirnar sko að mér finnst bara þessi athyglisvert í því samhengi að sko oft þessi kannski hræðsla við að tjásum þar sem ekki sannað eða ekki sönnur fyrir því, þarna síst þetta náttúrulega það með eitthvað sko svona rökræðu siði. Við þurfum að rökræða hluti sem ekki algjörlega vísindalega sannað eða eitthvað slíkt og þar held ég að háskólamenn þurfum líka að vera til fyrirmyndar í hvernig við færum rök fyrir skoðunum og það getur auðvitað bæði verið af öllu þessu tægi sem við höfum talað en mér langaði aðeins sjálfan að spyrja Sigurðar hvernig hann endaði að við ættum meira að gera því að fara út á hálan ís. Já. Nei, ég held að þetta var nú kannski aðalega það sem hvatti mig til þess að segja þetta var það sem þessi afstæða sko Agnars að sem náttúrulega mjög svona kannski að einhverju leyti óskandi fyrir vísindin og fyrir fræðimannin en á sama tíma kannski gleymist svolítið að hann hefur fræðimaðurinn svona, sem þessi ígrundandi fígúra, svona idealistist sagt að hann hefur náttúrulega ákveðið innsæi og að fela í sér ákveðna með það svona í farteskinu ætti hann eins og mér til dæmis finnst að Stefán hafi verið svolítið að beita fyrir sig í sínum greinaskrifum til dæmis að Eyjunni og reyndar aðrir að menn að svona bregðast við ákveðnum viðfangsefnum í daglega lífinu og beita þar með ekkert endilega einhverjum rannsóknum heldur meira svona ákveðnu innsæi en og ég ímynda mér að á þeim grundvelli sé það mjög gott sem einhvers konar kveikja eða innlegg inn í tilteknar umræður en á sama tíma að menn séu jafnvel tilbúni til þess að skipta hans skoðun og ég raun og veru að þessi mynd sem til dæmis Agnar mér fannst vera að draga upp að sem í raun og veru þessi svona staðfasti hvað heitir hann þessi svona pillar þekkingarinnar að hún sé kannski ekki eigi ekki við og sé í raun og veru fræðunum ekki til hagsbóta af því að fræðimaðurinn ekki sá sem að miðla þekkingu og rannsóknarniðurstöðum heldur hann líka að vera og ekki síst leitandi og þessar spurningarnar eru skipta kannski meginmáli heldur en niðurstöðurnar og setja sig í skollinu, já. Ég má tjá mig ég les fyrsta Stefáns, hann skrifar sem áhuga ljósmyndari. Það myndir sem hann gefur af sér og hann að skrifa sem áhuga maður þjóðmál. Hann ekki að tjá sig alltaf sem prófessor í félagsfræði. Eða, þú að segja það. Og það skiptir máli. Mætti aðeins, vil þú? Agnar vil ekki fara þess að við fyrir svo rétt að loka þessu bara, hvað á hverju? Já, ég er mjög ósammála þér Sigurjón í þessu að því að ég held að þetta hlutverkaleikur og þú varst að tala um trúverðuleika háskólans og það var verið að rýra hann. Rektor náttúrulega gerir voða lítið í því að byggja upp trúverðuleika háskólans. Það eru háskólakennararnir sjálfir sem að gera það. Það sé að trúverðuleikin endurspeglar einfaldlega starf fólksins sem að vinnur við háskólan. Og þess vegna skiptir máli að vanda hlutverkaleikin, að tjá sig eftir íhugun og vanda sig í því sem maður segir og gera það sjaldan en gera það vel. En eitt sem ég vildi bara, að því ég er svona að taka nokkra punkta, varðandi þennan punkt hvort það gæti verið eitthvað til í því að menn séu í krossferðum. Ég held ef þið hugsið öll hvert og eitt ykkar það, að þið getið öll tilgreint einhvern háskólakennara sem þið teljið að sé í krossferð. Það kann að vera að þið séu ekki sammála hver það en ég er alveg viss að það geta allir tilgreint einhvern sem í krossferð. Þar leiðandi, og ég velti fyrir mig bara að skota á þig Helgi, að umræðuefni sjálft. Í umræðuefninu, í bara málþinginu sjálfu, ákveðin svona vandlætingartónn og þetta er svolítið defensíft málþing. Og ég velti fyrir mér hvort að það sé ekki alveg rétt að
að vera ekki bara að verja sig, heldur líka að hugsa svolítið, sko, getur verið að það sé kannski eitthvað til í því, ekki endilega akkurat þessi fullyrðing þann mann, heldur bara svona almennt, að það geta verið háskólakennarar í krossferð og við þurfum að passa okkur á því að fara ekki sko í krossferðir, sérstaklega í vitlausar krossferðir. Til þess að þetta málþing. Við erum að verja okkur, það var skotið á okkur. Já, og við vorum að verja okkur og við leiðum þetta að fá tækifæri til að sækja. En vörnin þarf að vera dálítið vönduð, uppbyggileg og byggjast á svolítið sjálfsgagnrýnu hugsun. Já, það var hér. Af hverju þarf það að verja það? Já, ég kasta spurningu til okkar allra bara. Það er að segja bara hlutverk háskólakennarans. En er það ekki hlutverk háskólakennarans að bara fagna því að einhver svona varpi fram einhverju sjónarmiðum og er það þá ekki bara svona, er það ekki bara svona einhvern veginn tilgangurinn með þessu að svona einhver díalógur og einhver svona það sem menn kasta á milli sín hugmyndum og reyna einhvern veginn að færa okkur fram á því? Já, ég alveg innilega sammála því og ég held einmitt þetta málþing hafi þetta svo sem afhjúpað þetta og sýnt okkur þetta og við fengið svona ýmsa svona bæði almenn umræðu þetta, fræðilega umræðu þetta stöðu háskólakennarans en annað líka sem við kannski forvitilegt fyrir okkur öll sko og það líka þessar reynslusögur þeirra fræðimanna sem hafa verið hérna við háskólan og af því hvað þegar þeir eru að miðla þekkingu áfram til samfélagsins og hver viðbrögð hafa verið sko. Þegar þau hafa einmitt einkennst af því að eins og við komum þetta fram sko, að þöggun af því að vera að reyna að vera að fara hjóli í mannin en ekki málefnið, það er að segja að menn hafi verið ólgur sjó og maður veltir í fyrir sér svona reynslusögur þessu tagi sem við þetta bara heyrum bara í gegnum tíðina í okkar ferli hefur þetta ekki allt saman áhrif sko? Gerir þetta ekki með að verka það að leiða svolítið þöggunar menn sem ég vil ekkert vera að standa í þessu vil ég ekki bara vera að fjalla um eitthvað sem bara styggir engan sko? Og erum við þá ekki kannski að svíkja árverkina sko, eins og Vilhjálmur var að koma inn á og þannig að þetta hefur allt saman komið fram hér hjá okkur í dag og mér finnst þetta bara áhugavert hvort það er vörn eða sók sko, ég held að það sé hvort tveggja. Mínerva hefur bæði svefn og skjöld. Hún er merki háskólans. Já, einmitt. Þetta er alveg í takti við það. Já, svo er það til líka. Með það. Já, ég bara kom með það í lokinu á þetta. Þetta er þetta orðið mjög skemmtilega sko. Ég er mjög sammála því síðustu orðum Magnús. Ég held að við þurfum, og ég held að til þess að við áttum okkur á þessum skilum sem við förum yfir og það er eðlilegt að við förum yfir vegna sem við þáttakendur fyrir samfélagið okkar af þegar við teljum okkur geta lagt góðum málum við að þá förum við yfir þessi skil, þessara hlutverka, sí og æ við þurfum að gera okkur grein fyrir því þegar við gerum það og ég held að við þurfum til þess að gera það vel þá þurfum við alltaf bæði góða aðferðafræðilega þekkingu, góðan lestur á rannsóknum og heimildum en síðan þurfum við, og kannski einhvern snefilega vísindasiðferði og vísindasiðferði en við þurfum líka sjálfsgagnrýni og þetta síðasta hefði tekið heilsugar undir. Það vantar kannski svolítið hjá okkar samfélagi þessa sjálfsgagnrýni til þess að gæta sín á því að vanda sig og gera sér vel grein fyrir því og öðrum líka þá hvenær maður er í þessu hlutverkinu eða hinn. Þannig að ég tek heilsugar undir þetta síðasta hjá Agnaði. Einhver vil botna þetta? Stefán var það? Já, Stefán, hversu vel? Þurfum við að verja okkur, krossferð þetta til forna, þær voru ekki offorsi og ómálefnalega þegar heimingi var sláttað að ef þetta er líking við það, þá finnst mér eðlilegt við verjum okkur ef við erum málefnalega. Að segja að háskólakennarar séu ómálefnalega og gangi við offorsi, þá finnst allt í lagi að mér finnst eðlilegt að við verjum okkur þannig ásökum. Einhver annar sem botnaði þetta með einhverjum öðrum hætti? Ef ekki, ég var bara að segja, bara aðeins frá því sem Sigurður var að segja á hann að kennarar eru ekki hagsmunalausir og þannig að menn verða líka átta sig á því þegar að þeir ganga fram fyrir skjöldu og verja ákveðin mál og í öðru lagi þá er náttúrulega sko í þekkingu felst mikið vald sko og þannig að þeir sem eru fræðimenn er ekki síður þeir hljóta að þurfa að axla ábyrgð af því að hafa það vald sko og fara vel með það. Kannski ef ég maður bregðast einmitt þessu og því sem Valdimar sagði áðan náttúrulega ef maður bara hugsar sögu háskólan og sem valdastofnana í samfélaginu og Valdimar talaði af hverju kannski bregst ekki rektor við
því sem við upplifum sem árásir af þessu tagi, þá náttúrulega eru þær miklu veikari valdastofnanir heldur en hið pólitíska vald, sem fjárveitingavaldi, sem við höfum allt okkar undir, þannig að þar liggja líka hagsmunir okkar í þessu, fyrir utan svo allt hitt valdið í samfélaginu, önnur valdabatterín eins og atvinnulífið sem hefur mikil áhrif á störf okkar og við þjónum og svo framvegis. Þannig ég held að það sé mjög mikilvægt að hafa það í huga svona hvernig það þróast sögulega sem svona valdaafl í samfélaginu og hvernig við viljum kannski hafa til þess að halda uppi því sem að Stefán Ólafsson byrjaði hérna á, bara svona almennilegri rökræðu hefð, af því það okkar svona kannski sérfræði þekking, það aðferðirnar, leiðirnar, hérna fræðilegu aðferðir og við höfum ekki að mörkum að leggja í því. Þannig að kannski höfum við mest að mörkum að leggja í því að þroska rökræðu hefðina á Íslandi og geta haldið uppi þessum góða díalóg á milli pólitískra afla háskólan sem öll vinna á því sem markmiði að vinna almannahagsmunum. Þetta finnst mér góð lokaorð og ég vil bara þakka þessum þremur framsöguhöfundum bara kærlega fyrir þeirra innlegg og auðvitað pallborðinu fyrir þeirra framlag og svo ykkur fyrir að koma og hlýða á þetta og auðvitað heldur þessu umræða áfram hvort þú sé defensive eða offensive, við vitum það ekki en við sjáum bara til. Takk fyrir allir.